Velkomin að Rauða borðinu á mánudagskvöldi í janúar í skammdeginu, en það er víst sólin að hækka á lofti og það má lesa það er erfitt að skynja, hún hækkar lítið á lofti okkur degi, en svo kemur þetta af fullblæstri hérna í næsta mánuði. Þátturinn er fullur að vanda, hérna aftast í þættinum á tekur hún María Lilja á móti Morgain Priet Maheo sem er í stjórn barna á flótta sem fylgist með flóttabörnum sem hinga að koma og hvort að þau fái það sem þau eiga rétt á samkvæmt alþjóðlegum lögum. Þau ætla aðeins að fara yfir stöðu flóttabarna á Íslandi. Áður en því kemur að þá tekur hann Björn Thorláks á móti Kristjáni Sveinbjörnssyni, hann er umboðsmaður Samfylkingarinnar í Suðvesturkjördæmi og þeir ætla að ræða kosningaklúðrið sem að þar er og sem að fæst einhvern veginn ekki afgreitt. Það er svo yfirkjörstjórn geti ekki afgreitt hvort að kosningarnar hafi verið allat hvað hafi verið talin og annað slíkt. Heldur er beðið eftir því að þingmennirnir sem að eru kosnir samkvæmt kosningunum úrskurði hvort að kosningarnar séu í lagi. Ég veit ekki, þetta hljómar ekki vel, en svona er þetta á Íslandi. Það var samið, gekk í gildi, vopnahlé á Gaza í gær og nú er svona rétt rúmur sólarhringur liðinn frá því að það var. Ég ætla að fá hann Kusai O'Day sem er íslenskur, palestínskur aktivisti til þess að koma hingað og ræða við mig þessi tímamót. Hvernig það er hægt að skilgreina það sem stórkostlegan sigur fyrir palestínumenn að fá að vera núna yfir rústum Gaza. Hvernig að því meira ofbeldi sem Ísraelsmenn beita að því sigurvissari eru palestínumenn. Ég ætla að spyrja Kusei hvort að krafan að það verði Palestína eitt ríki þar sem allir hafi sama rétt, hvort sem að þeir eru gyðingar eða palestínumenn, hvort hann sjáu fyrir sér að það markmið muni nást á meðan hann er á lífi. Því að það við munum eftir því frá Suður Afríku að það var lykillinn í baráttunni að þegar það var byrjað að segja in our lifetime, in our time, og þá breyttist svolítið svona krafturinn í baráttunni. Herðu, Jón Gunnarsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, hann kemur í spjall til Björns Thorláks hérna á eftir. Það eru formannskjör framundan í flokknum og miklir flokkadrættir. Kannski lýsir Jón yfir frambóðið sínu til formanns, ég veit það ekki, en ég býstu að Björn muni ræða þá sem að hafa verið nefndir sem mögulegir kandidatar. Meðal annars eiginlega fjandvinur Jóns Gunnarssonar, Þórdís Kolbrún Gylfadóttir Reykfjörð, sem að tók af Jóni þingsætið en sem að Jón fékk svo aftur að gefa eftir að Bjarni hætti. Ég býst við að Jón muni ekki lýsa yfir stuðningi við Þórdísi Kolbrúnu. En þetta er efni sem er hérna framundan, en við ætlum aðeins af því að Ríkisútvarpið lauk sýningum á 4 þátta seríu Vigdísi Finnbogadóttur í gær og maður sér það svona og heyrir í heitapottunum og sér það á Facebook að fólk er mikið að mæra þessa seríu sem að Vesturport gerði. Að hér er Oddný Eir Ævarsdóttir, þú sást þættina? Já. Ég ætla að ná þér í svona smá spjallum þá. Það sem ég hef séð er bara næstu svona halleluja, bara endalaust þakklæti fyrir þessa þætti og maður áttast ekki alveg á því hvort að þessu þættinni sem er svo góðir eða hvort að þjóðinni líði vel að sitja inn í stofu og fagna því að hafa átt og mátt elska Vigdísi Finnbogadóttur. Að Vigdísi er eiginlega stærri en þættinir. Já, mér finnst þess að ég hef ekki kannski lesið mjög svona margar færslur eitthvað þetta. Og ekki verið heitapottin, en mér finnst þess að þetta sé, það er ánægja yfir bara, eða bara svona gleði, þetta er notað eins og tilefni til þess að staldra við og rifja upp tengsl við þennan forseta og ekkert langt síðan við vorum náttúrulega bara að pæla í, allir voru að pæla í hvernig forseta þeir vildu sjá. Svo að þetta er heldur svolítið stutt leið að fara einhvern veginn, að fara að tala um Vigdísi. Og Vigdísi er svona besti forsetinn? Í svona, ef þú myndir spyrja þjóðina, hvaða forsetað myndir vilja fá, heldur að flesti myndir segja Vigdís? Ég hugsa það Hún er drottningin í þessu. Já, og það er náttúrulega svolítið gert kannski út á það í þessum þáttum eða svona, það er svolítið spilað á einhver svona
þetta sameiginlega sem hún á. Þetta sé sigur þjóðarinnar að hafa kosið konu sem fórsta. Má ég skjóta einu aðri að koma á þáttunum? Að ég hugsaði líka þegar ég sá þessi svona almennu mjög jákvæðu viðbröð að það væri líka svona yfirlýsing það að fólk vill fá svona nútíma söguna eða þú veist svona nýliðna sögu eins og gerðist í Verbúð líka sem var Vesturport gerði líka og vakti gríðarlega lukku að það væri líka svona manstu þegar Matador þættirnir voru sýndir í Danmörku að það fengur Danirnir svona the good old times og svona eitthvað svona tími til þess að horfa aftur eitthvað. Er þetta ekki líka eitthvað þannig að Íslendingum finnst bara gaman að horfa á eigin sögu? Jú, og svo gaman náttúrulega nota sjónvarpið svona að því að þú veist það er svo vel, senurnar eru vel propsaðar, þú veist leikmyndin eru flottar og fallegar. Engin þunglindur spæjari að reisa ykkur að þraut. Það er líka rosa kostur. Það er mjög mjög kostur og svona maður fái bara að dvelja hans í þessum tíma sem margir muna eftir í gegnum sögur síns fólks. Já, ég held að þetta sé bara mörguleiti svona svolítið sammenningar, þetta verður einhver útgangspunktur fyrir umræðu. En þá kemur bara þetta umræðu hvað? Hvort það er umræðu kvenréttindi, umræðu forseta, lýðræði, Ísland, það er náttúrulega tilefnin til að ræða svona flokkadrætti og feðraveldi, sérstaklega í 4. þættinum, þegar hún er virkilega komin í kosningabaráttuna. Og það er skít og skömm frá kunnulugum stöðum bara ofar í göttunni, frá Valhöll og Fjölugum. Já. Og Mókanum. Og svo landsbyggðin kemur ekkert mjög vel út fyrst í stað þarna. Það verður að spyrja hvort hún sé hrein mey, það er svolítið verður erketýpist að landsbyggðin sé svo konur út á landi séu álabalegar. Já, gammaldags að spyrja þetta. En svo sendir einhver konur út á landinni þessa ullardrakt og hún einhvern veginn gerir þessa sveitamennsku svona sinni og bara mjög bein í baki og gerir gott úr því svona, og þetta er glæsilegt en ég hjó eftir svona auðvitað var landsbyggðin og voru Íslendingar sveitalegir að mörgu leyti en það er sumt svona sem maður velti fyrir sér bara eins og mammenar það er kannski það sem ég sló mig aðeins bara mammenar sem er eiginlega þekkt svona kvenréttindakona eða Getur þú vega lítil persóna í sögunni? Mér er svona mjög, bara ef ég ekki vita betur, ég hef lesið bók Páls og Alssonar Vigdísi, það er mörg ár síðan. Mér fannst hún mjög gaman að lesa hana, mjög svona flott bók og líka bók Steinunnar Sigurðardóttur, ég held að hún heiti Eina forsetavakt þannig að mér fannst gaman þá að ég var í Frakklandi að lesa þessa konu sem að því maður upplifði hann einmitt sem brautryðjanda og maður var svona fann fyrir þakklæti í hennar garð sem nemandi í Frakklandi að því það var einmitt eins og ég lýsti þáttunum erfitt að koma sem Íslendingur þarna í þetta umhverfi og það oftar en ekki þá eiginlega bara opnaði nafn Vigdísar og svo Bjarkar líka þessar að tvekja kvenna svona opnuðu bara hliðin fyrir manni þegar maður var eitthvað böðlast við að fá eitthvað stimpil inn á skrifstofu og kunni ekki, þú veist, gat ekki tjáð sig og einhvern staði fyrir máli sínu að þá var svona, það var mjög gaman ef einhver, þegar maður sagði Ísland að þá kom þetta nafn upp, þannig að mér fannst það gaman en hvað, var eitthvað í þessari sögu sem við verðum að segja okkur sem að þú vissir ekki áður þú nefndir hann að draktina ég vissi ekki þessi saga, hún hefði verið prjónuð af konu sem hefði fengið að ættleiða einhleip vegna þess að Vigdís hefði rautt brautina, ég vissi það ekki og það því að ég man alveg eftir þessari drakt eða þessari prjóna kjól eða ekki kjótfrekar drakt eða eitthvað ég veit það ekki já, ok Mér var þetta mjög flott atriði og ég myndi þetta ekki að þetta hefði verið prjónað af konu og þarna kemur þetta svona hvað þetta hefur mikil áhrif að kona sé í valdastöðu eins og talað núna að það hefur mikil áhrif allumis ekki bara hvítar konur sé í valdastöðu eða það skiptir máli fyrir eða bara það sé ólíkt fólk í valdastöðum skiptir máli fyrir börn sérstaklega þannig að mér fannst þetta nú koma fallega fram svo kemur þetta fyrirverandi maður hennar eða kærasti, mann ekki og maður, já Þorvaldur læknir og hann segir svona þú varst nú alltaf brautryðjandi þá fór ég að hugsa svona í fyrri þáttunum það var ekki beinlínis svona maður sæði það var ekki mikið gert
gert út á það? Það var atriði í MR þar sem að hún og stöllurinnar mættu í buxum og voru að heimta að fá að læra bara jafn mikið og drengirnir hinum megin við ganginn. Það virtist vera þannig að þetta var svona að það verður verið að kenna, þýtti ekki að kenna þeim allt og mikið því að þeir myndu bara giftast einhverjum og væri ekki til mikils að mennta þeir, væri stemmingin. Það var svona, en síðan annað var það að hún bara fór til Frakklands og lenti svolítið erfiðleikum með tungumálið og brotnaði svolítið þar einu og svona, eins og það er erfitt að vera í þessari stöðu og svo giftist hún og Þú ert ekki alveg vissum svona hvað sögur verið að segja? Nei, með brautryðjandan, sko. Ég er að reyna að botna þessu út að segja. Hvar var hún svona brautryðjandi í þessu? Já, kannski þessu að fara bara sína, ætliðin, og fara sína leið, fara aftur til náms, látað ekki brjóta sig og svona einhvern veginn að losa sig úr viðjum þetta hjónabandsins raunverulega, verða ekki þessi svona húsmóðir sem að greinlega Já, þess að vera svona fórustu kona í þeirri breytingu sem er að hennar kynslu er náttúrulega rauðsokkurnar og kannski þeir sem eru aðeins yngri og það kom ágætlega fram í þáttunum að það var svona að hún var í stjórnunarstöðu í Iðnó og þess vegna gat hún ekki alveg tekið fullan þátt þannig að hún var alltaf með svona sérstaka stöðu þannig að hún var ekki beint fórustu kona í kvennabaráttunni. Nei, mér fannst það sér kvenréttita konunnar. Þær voru rosalega flottar og debattið með þessi hugmynd af hverju hún taldi sig ekki geta stöðu sína vegna stutt þær og svo endar af hverju þær töldu sig ekki geta stutt hana en ákveðu síðan að stiðana. Mér fannst þetta að vera svona mjög flott svona einhvern veginn flétta og bytturum við það sem mér fannst líka mér fannst nú eitthvað skrítið samt við bara þetta handrit verði nú að segja fannst mér ekki alveg nógu gott af því hún leggur svona mikla áherslu Vigdís á tungumál og það hugsaði að mér hefði verið skemmtilega að aðeins verið svona nostra meira við handritið og ekki bara til að gera það eitthvað fornt það er náttúrulega voru augljósir að skrifa svona meira afgerandi talanda upp í hana Já, eða bara mér var stundum vera bara eins og það væri verið að tróða upplýsingum á framfæri og samtölin voru dálítið stíf en hins var samband hennar við vinkonunnar Margréti eða Möggu á báðum aldurstigum fannst mér eiginlega vera svona styrkurinn í þáttunum og styrkurinn í handritinu það var svo fallegt sambund Vel gert og vel leikið Já En mér varst sömt af hinu eitthvað svona vant á þegar hún er að svara fyrir franska absúrdleikus það var svolítið fyndið henni í Iðnó þegar hún er að koma allar að setja svið einhver frönsk nútíma leikrit þá ég bara þekki hann ekki nóg mikið ég ímyndaði mér einhvern veginn ekki að hún væri svona alltaf að ligna aftur augum svona og dæsa og gæti ekki alveg svara fyrir sig þú veist, af hverju það skipti máli að setja þessi verk þú veist, það kom kannski svona hálfgerðar klísjur Já, mér varst þetta ansið svona En sagan er svona kona í mótun og svo kemur hún kosin, það bara þetta endar á því að hún kosin sér fórsti og mætti eiginlega segja svona í sögunni þá bara endurfæðist hún inn í minningu okkar svona drottningu Vigdísi. Og það er eitt svona sem að gæti verið svona næstu eins og svona grískur þráður eða eitthvað. Að þegar hún í kosningabaráttunni, að þá þarf hún eiginlega að sverja af sér næstu því. Ja, svona það að hún hafi verið í Keflagugöngu, að hún hafi verið þarna tengd alþjóðbandalaginu, hún segist aldrei hafa tengst flokkum og það var mikið verið að skrifa þetta í mogganum þess að vera að draga þessa fortíð og hún til þess að því að ég sá einhver staði í Facebook var sagt, þú veist að mikil fyrirmynd og það er það sem að hún vildi þessi orðið sem henni fannst vænstum að verða fyrirmynd og maður sér það næstu í svona eins og svona grískur svona að hún afneitar því sem hún er til að geta fæðst aftur svona hreinni til þess að geta orðið fyrirmynd fyrir fleiri maður fannst það svona að vera þarna í svona síðasta þriðjunglum
svona þessi svona eins og væri svona endurfæðingar hreinsunareldur til þess að geta átt þennan stall sem að hún hefur auðvitað með þjóðinni þegar allir, ekki allir stórhluta þjóðinni horfir á þetta og finnst þess og þetta sé saga sín, einhver leiti þetta er Vigdís okkar og drama þegar hún svona mammenni kemur þarna gömul og giktveik og svo er hún að fara undir lokin, hún er að fara að ganga út á svalirnar og þá það er alveg rétt, hún er svona eins og grísk gyðja, sko, hún er ekkert eitthvað að hjálpa mömmu sinni að setjast, heldur sko bara aðstofkorðar og hún er svona verður, hún er orðin svona drottningin hann í ulladraktinni og gengur út á svalirnar. Fyrirmyndi sem við þurftum. En líka þarna, senan þarna með Halldóru Laxness þegar kemur svona tónlist undir þegar Laxness spyr hvað heitir þú og þá svarar hún Vigdís og það er svona dramatist, þetta er alveg... Mér fannst það ekki gott atriði, mér fannst það alveg fráleitt. Það var eitthvað ansvandræðilegt. Því að Laxness kemur þarna í svolítið svona skrýtnum leik og talandi að því vorum að tala sko herstöðanstæðinga og svona róttæknina og hann var náttúrulega þessum tíma sko ákaflega róttækumaður en það var einhvern veginn, sena var eitthvað allt annað. En senan var umlega bara svona að Laxness segir við Vigdísi, ég sé þig, sem er eiginlega svona góðsagninnar okkar hafi hist þarna og séð hvora aðra og maður hugsa að veitu hvað er þetta? Ég náði þeirri sen ekki, sko. Nei, ekki heldur, og einmitt þetta, maður skilur þetta að hún hafi þurft að þetta var, hún þurfti svolítið að leggja til hliðar sín helstu áherslu atriði, eins og hún eiginlega orðar vel, það er margt auðvitað flott vel orðað í þessu handriti, ég ætla nú að segja það auðvitað og þegar hún að segja við vinkonu sína, sko, ég mun bara einhvern veginn ekki svara fyrir mig heldur svona sína það í verkið að svoleiðis og vera, en það er einmitt þessi róttækni ekki bara í pólitíkinni heldur líka í menningunni, sko og sem Halldór Laxness var líka fulltrúi fyrir. Mér finnst einhvern veginn eins og það hafi aldrei verið, sko, mér finnst óþarfi af handritshöfundar eru ekki forsetaefni, þannig að þeir þurfti ekki að fara smætta þetta eða svona skafa þetta af. Þetta var eins og búið svolítið svona bara... En þeir eru ekki beint að skafa það af, þetta er þarna, en þeir eru ekki sérstaklega áherslu á þetta. Þetta er svona... Það er bara eins og að tala það, en það kemur ekki, maður finnur ekki fyrir því, sko. Mér fannst ég ekki finna fyrir því. Talandi Laxness sem var mjög róttækur langt yfir miðan aldur, eiginlega bara fram á 60 aldur eða eitthvað. En síðan skiptir yfir og er einhvern veginn reynir að eyða sko sögunni sinni og lendir í því að verða bara menningapái Íslands númer 1, 2, 3, 4 og 14. Og er þá með svona stöðu sem er eiginlega fyrir alla þjóðina. Og Vigdís að suminleiti gerir þetta líka. Hún er kannski borin til vegsemdar af róttækari hluta þjóðarinnar, en hún verður sko drottning allra þjóðarinnar og hún talar aldrei herinn sem forseti, hún talar aldrei að það sé eitthvað að því að þessi erlend herlið á friðartímum, hún talar aldrei þessi atriði sem að kannski voru þarna sögð frá að voru hluti af hennar skoðunum eða kannski hennar tíðaranda, ég veit ekki. Vist nú eiginlega svona, maður fær nú miklu sterkari mynd af henni við lestur þessara tveggja bóka sem ég var að nefna. Heldur en seríunar? Já, mér finnst það sko. En auðvitað serían áheldur ekki að vera eitthvað tæmandi, hún á líka að vera einhver tíðarandi eða ekki og Ef við værum að horfa, segjum að við værum bara frakkar eða spámerjar eða eitthvað og þessi sería kæmi í sjónvarpið. Þá er svona nokkur atriði sem að er eiginlega ekki svarað almennilega. Eins og hvert var samband hennar við Magnús Magnússon? Já, það er náttúrulega spurninga vilja þau ekki svara því bara og veit það enginn. Ég man það allir ekki hvort það kom eitthvað fram í en samt er alveg tekið fram í upphafi að það sé gefa sér ákveðið skáldaleyfi og þannig að það er svona, maður velti fyrir sér af hverju fær maður samt, maður fær að vita ansi mikið og hann er ansi svona, það gefið svo margt í skil einhvern veginn en það er... Skilið opið fyrir mismunandi túlkun. Já. En það er, maður myndi bara, við vitum ekki hver Vigdís er, að þetta samband í sögunni það er svolítið veikleiki að skilja það eftir svona, veit ekki alveg hvað þetta er það eru sálufélagar eða eru þau
elskendur. Það svona gefið til kynna með viðbröðum hennar þegar hann kemur ekki til landsins, þegar hún þarf á því að halda og hann þarf að vera í fjölskyldu sinni og þetta svona klassísk elskendasena. En samt ekki verið að sýna þau sem elskendur. Stundum það erfitt fyrir svona þjóðir að búa til myndir eða sögur sína góðsagnir. Stundum bara betur ykkur annar gerir það vegna þess að það svo margt sem ósnertanlegt að nátt. Já, líka þegar það svona mikið lagt upp úr því að sýna hana sem svona bara venjulega en samt óvenjulega unga stúlku á þessum tíma og þetta svona hvað einhverjir vonbiðlar standa vandræðalegir heima hjá henni og foreldrarnir eru svona gamaldags en raunverulega lýsing á heimili þeirra hjá Vigdísi ef ég man rétt var allt öðruvísi einhvern veginn. Þetta var ekkert eitthvað svona stíft heimili og þannig þau eru foreldrarnir eru mjög svona stífir og miklu svona fjarska og fjarlægð og standa svona einhvern veginn já, þannig að mér finnst það og þessi Magnús líka, hann verður eitthvað svona maður skilur ekki alveg þetta svona hún situr þetta með rauðvínsglasið og ætlar að hringja hann og ákveður svona að hringja ekki og það var svona eins og handrit eins og það væri bara einhvern veginn svona önnur saga sem ætti eftir einhvern veginn að vinna úr og það hefði nú alveg verið gaman að gefa þessu bara kannski nokkra fleiri þætti og það er nú aldrei tilefni til sko, þú veist, ef að líka pólitíkin hefði verið meira tekin inn í. Það sýnt að hún reykir, það var svona það vissu allir blaðamenn og svona sem að fylgdust með heimsóknum og fleira að hún reykti, það var aldrei sagt frá því, það var svona bara samkomulag að það verið bara ég veit ekki, kannski hætti hún að reykja eftir 4 ári, 8 ári í embætti en ég man alveg eftir þessu það vissu allir að Vigdís reykti en það sást hvergi, það var engin sem að byrti mynd af henni. Já, það að því hún hefði þessi fyrirmynd og maður skilur það. Það er fleiri en hún sem að búa raunverulega til fyrirmyndina og sömuleyti þá gengst hún upp í það sem að sko þjóðin vill búa sér til þessa Vigdísi og hún tekur það að sér ef þetta væri saga þá er þetta kannski líka saga sko mannesku sem að axlar þá ábyrgð þau hlutverk sem henni falið og gerir það vel ekki beint það sem hún sóttist eftir en hún axlar það. Jú, en mér finnst það einmitt vanta kannski svolítið í þetta. Það er þessi neisti sko sem að maður náttúrulega fann hjá þessari konu í hennar sérstaklega svona þegar hún að jafnvel eftir hún forseti, þú veist, bara vinnur mjög ötulega að framgangi minnihluta tungumála menntun kvenna og svona, þú veist, mér fannst einhvern veginn kannski skógrækt og svona náttúruvernd og svona landi tungan þjóðin sagan var svona sagði hún oft í þessari röð. En þá hugsaði mér, kannski hefði alveg að því að núna finnst mér leiðilegt að vera eitthvað svona að setja mig í spór gagnrýnenda en ég alveg veð í það hlutverk núna en hef alveg fyrirvara á því að ég er ekkert búin að alveg úthugsa en ég samt hugsaði þess að þegar hún svona halla sér aftur hvort það var með sígarettu eða ekki og dæsir sko enn og aftur hjá sjoppunni og hvort að maður vitandi hvað þetta eru fáa mínútur að það hefði verið gaman að einhvern veginn sjá meira af þessum sko, að því mér finnst hún eins og hún sé kannski meiri svona, ég upplega hana svona aðeins meiri prakkari og ögrari sko og það kannski vantaði pínulítið það. Ég vil sjá meira af slíku. Það er ég skrifaði á Facebook hvort að vondikallin væri bakarbyggjin í Sjálfstæðisflokknum sem að reyndu allt til þess að sverta hana og beittu bara fyrir sér legum og útúrsnúningum og öllu til þess að hindra það að eitthvað sem hefði gengið Keflavíkurgöngu, eitthvað sem hefði verið tengt Alþýðubandalaginu, yrði forseti, það væri bara, mætti ekki gerast. En þeir töpuðu. Töpuðu kannski vegna þess að voru 4 í frambúðu og atkvæðin dreifðust mikið, það er nú oft verið sagt að ef við hefðum haft sömu reglur og mörg lönd að það væri önnur umferð, þá hefði Vigdís ekki orðið forseti. Af því að það voru ekki fleiri en þessi 33% sem voru til í það að stíga þetta skref og hefði verið önnur umferð þá hefði Guðlaugur líklega unnið og orðið forseti. En þetta kemur svolítið fram, svona andstaðan við þetta og það að þetta er ekki bara hún sé kona, heldur úr hvaða sko pólitíska ranni hún eða andstæðingar hann að meta hún komi. Hún náttúrulega segist ekki að vera
það verið að draga upp myndafinni sem hún segist ekki vera. En sko, er það ekki bara eins og í París þegar hún ung stúlka og hún verður ólétt, hún reyna eignast barn, þetta eru svolítið nokkrar mismunandi sögur, hennar ástarsaga og svo þessi svona hún unga konan sem að mennta sig og spennt fyrir svona þessu nýstárlega og já, kannski hefði mátt bara vera ég hefði viljað sjá líka einmitt það bara meira hvernig þessi franska menning svona hafði áhrif á hana en þá var farið yfir til mjög persónulegt þannig að einhver leiti fannst mér þetta kannski ekki alveg nógu feminist sko, ég bara velta því fyrir mér ég átti maður þyrfti að horfa það aftur svona. Er þetta það verður gaman að heyra svona hvað feministar segja sko. Þetta þá ég að meina sko hvernig myndin gerð bara hvernig handritið skrifað að sannarlega mikilvægt að minna á persónulegu söguna og battegnirnar og þetta sára og það náttúrulega feminismin inn á herberginu inn í bara hjónaherberginu og inn í eldhúsinu og það í þessari sögu og vinkonan, já en það svona eins og þurfa alltaf að vera einhvern annað jú, hún með bók og að lesa og svona en það satt líka gaman að sjá bara, þú veist, hvaða til að rýma síðan við, það hefði verið svolítið fyndið að maður hefði svona séð hann að hrífast af þá þessu absúrt leikhúsi í París það var ekki og sjá svo, þú veist, munin þegar hún kemur til Íslands og að fara að reyna einhvern veginn að setja það upp og hvað það svona, það hefði verið skemmtilegt Þú sér það ekki að hún hrífist af sko, leikhúsinu eða menningunni í Frakklandi heldur hún hún heldur á rauðvínsglasi og að borða osta sem svona táknum ykkur franskan svona lífsstíl frekar heldur að maður verði eitthvað var við eitthvað svona íslenska menning og franska, það ekkert slikt og ekki heldur í Danmörku og Svíþjóð sem maður verður varðið það í þessari sögu. Herðu, hún reynir mikið eignast barn en getur það ekki og þú nú skrifa bóku það. Hvernig fannst þér sá hluti vera því að hún síðan ættleiðir og berst mikið fyrir því að ættleiða og þráir barn sem náttúrulega kannski stór hluti og spannar líklega 15 ára ævinnar svona þessi barnegna tími. Ég get ekki alveg svona sagt að mér fannst það vera fallegt og eins og ég segi þetta svona kvenlega þessi reynslu heimur kvenna sem einhvern veginn sem hefði líka ég að segja að það vanti að þetta hefði verið kannski farið svona ofíkt í að hafa bara þann reynslu heim þú veist, að því að náttúrulega oft það þannig það verið að sýna einhverja konur sem eru forsetar og þá sýnt hvað þær voru miklu menntakonur eða eitthvað svoleiðis og ekki talað hitt og náttúrulega mann finnst áhugaverð kannski að sjá hvort tveggja og þarna fannst mér þetta bara mjög nokkuð áhrifamikil saga svona þetta en ég get ekki alveg sagt hvað það var það var eitthvað sem truflaði mig en ég get ekki alveg sagt hvað það var Herðu, hún kjörin 1980 þá þú ung stúlka þú gast ekki kosið hana nóttið frá hvaða gildi heldur að kjör Vigdísar Finnbogadóttur hafi fyrir konur og þínum aldri? Þetta var nú erfið spurning maður. Já, það bara búið upp á það verið alveg. Já. Hvaða gildi? En heldur að gildi sig kannski meira hjá konum sem eru ívið eldri þú eða? Nú ég svo vond með þetta sko, ég bara mannvallar hvað ég gömulega neitt sko, jú, býtinu við ég hugsa það nú, það ekki það hefði ekki meira kannski áhrif á konur sem voru, ég veit eins og allir ég held að ömmur mínar hafa haldið mjög mikið upp á Vigdísi, svona þetta hefði verið þeim svona mjög mikilvæg fyrirmynd sko. Ég var líka það í svona minni fjölskyldu og svona kringum mig að svona elsta kynslóðin sem konur sem upplöðu þetta sem mikinn sigur þú ert kannski svo unga, þú ert bara barn og þú elst bara upp við það sér sjálfsagt þessi kona á bestastöðum sko. En eins og ég segi, ég fann þetta fyrir því þegar ég síðan fer og útlendingur þá fann ég fyrir þessum mikla styrk sko, þá fattaði ég fyrst skipti hvað hvað þjóðhöfðingi eða svoleiðis, eða getur verið sko.
Herðu, takk fyrir að koma hinga og ræða þátturinn Vigdísi sem svona einhvers konar endurskrifa á svona nýliðinni sögu okkar sem að sjónvarpið ætti náttúrulega að vera bara alltaf að gera. Þetta bæði hollt og gott og skemmtilegt. Takk fyrir. Takk. Herðu, Vigdís var fyrirmynd, ég veit ekki hvort að Jón Gunnarsson flokkis sem slíkur, en hann kemur hérna rétt á eftir og Björn Þorláksson ætlar að tala við hann. Gerist áskrifundur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, við ætlum næst að fjalla stjórnmál, við ætlum að fjalla Sjálfstæðisflokkinn sem má muna sinn fífil fegurri. Atkvæðamagn flokksins var undir 20% í síðustu kosningum. Hann situr nú í minnihluta, ekki í ríkisstjórn, sem í sjálfu sér nánast frétt þegar valdasaga Íslands skoðuð síðari áratugi. Og heilmikil svona hreingerning virðist vera í gangi innan flokksins. Menn eru svona að reyna að finna sjálfa sig upp og nýtt. Liður í þessu hvað gerist á landsfundunum í lok febrúar. Þar sem fyrirliggur að Bjarni Benediktsson mun ekki gefa kost á sér til áframhaldandi formennsku. Og við höfum verið að leika okkur með að spá og spekulera hverjir séu líklegastir til þess að bjóða sig fram sem hans ártaka. Það eru svona sömu nöfnin oftast nefnd. Til þess að ræða þessi mál komin hingað í dag Jón Gunnarsson, þingmaður. Velkomin til okkar, Jón. Já, takk fyrir og góðan dag. Góðan daginn. Ég ætla nú bara að koma mér beint að því efni sem að hvatti mikið síst til þess að biðja það að koma hérna í spjall til okkar. Ég heyrði það helgina að sjálfstæðismenn hefðu verið að fá símtal frá þér þar sem þú værir að kanna vilja þinna eigin flokksmanna viðþorf til þess til stuðnings við þig ef þú myndir sjálfur bjóða þig fram til formanns. Og þannig að bara svo maður spyrji beint út, þú núna að kanna bakland þitt og hefur þú áhuga á að bjóða þig fram sem formaður Sjálfstæðisflokksins? Já sko, þeir eru ekki traustir þessir heimildamenni þínir. Okay. Að því leyti til að ég hef ekki hringt í einn einasta mann til að kanna með stuðning. En menn á þínu vegum? Nei, ekki heldur. Nei. Ekki mér vitanlega. Nei. En það getur vel verið að einhvern sé að hringja og kanna jarðveginn einhvers staðar sko. Ég veit svo sem ekkert það. Okay. En ég hef ekki verið í þeim símtölum. Ég var nú bara reyndar að koma erlendis frá, búin að vera erlendis alla vikuna og hafði öðrum nöfnum að neppa. Já. Og en ég aftur á móti hef fengið sjálfur þó nokkuð af símtölum víða á landinu. Þar sem fólk svona bæði að hvetja mig til þess og spyrja mig hvort að megi tala fyrir mér og svoleiðis. Já. Og svo það getur verið svolítið í gangi en ég reikna ekki með því að gefa kost á mér til formanns Sjálfstæðisflokksins á þessum merkilega landsfundi sem að ég hlakka til að mæta á. Það verður fjölmennur, ég finn fyrir miklum spenningi. Og ég sé í hópi svona þeirra sem að helstur nefndir, það sé ég fólk sem að ég get vel hugsa mér að styðja. Já. Þannig að það nú bara svona staðan eins og hún akkurat í dag. Þegar þú segir þú reiknir ekki með því, ertu að segja að þú útilokir framboð til formanns Sjálfstæðisflokksins? Sko ég held að útilokja engin eitt eða neitt í þessu. Vika getur verið langur tími pólitík og það eru 5 vikur í landsfund. Og það allir í kjöri á landsfundi. Það nú bara þannig.
fólk getur kosið í sjálfu sér hvert sem þeim líst á. Þannig að þegar það kemur að ábyrgðarstöðum fyrir sjálfstæðisflokkin eða fyrir land og þjóð þegar maður í pólitík þá útilokar maður aldrei neitt, en ég stefni ekki sérstaklega því að vera í framboði. Ég ekkert að vinna að einhverju framboði til formanns í sjálfstæðisflokknum. Hvað aðrar ábyrgðarstöður verður að koma í ljós? Já, sko við heyrum það á viðtölum við til dæmis núna Áslaugu Örnu í gær að hún mjög heit fyrir framboði. Við vitum að Þórdís hefur sagt að það væri stefnubreitinga hennar hálfu ef hún myndi ekki bjóða sig fram til formanns nú þegar tækifærið við teljum líklegt að Guðlaugur Þór hann muni láta á það reyna hvort landsfundur vill hann sem nýjan formann eftir að hann fekk nú ágætiskosningu gegn Bjarna síðast, fekk hann ekki 40% atkvæða. Myndir þú sjálfur telja, Jón, að Guðlaugur Þór, ef hann ákveður að bjóða sig fram, að fyrirfram hafi hann séu líkurnar með honum í liði? Nei, ekkert sérstaklega sko. Ég held að það sé kannski erfitt að spá í það hvernig ef að þessi þrjú væru í framboði, hvernig það færi. Það augljóslega langmesta vinnan í gangi hjá Áslaugu Örnu í dag. Hún mjög frambærilegur kandidat verið flokkinn og hefur heilmikla pólitíska reynslu. Hann hefði verið í forystu í Ungleiðarhreyfingunni mikið. Guðlaugur hefur auðvitað mjög langa reynslu sem þingmaður. Hann í dag sá þingmaður sem að hefur næst lengstu þingreysluna. Þorgerður Katrín þar á undan honum og ég kem næstur á eftir honum. Og hérna þannig að það erfitt að spá í það hvað verður. Ég en svona, mér finnst á þessari stundu finnst mér svona vinnan og undirbúningurinn áberandi öflugastur hjá Áslaugu af þessum þremur kandidatum. Já, nú sko hefur Þórdís verið varaformaður og með því að þú nefnir það, þú setir það á dagskrá og þér finnist Áslaugu Arna vera að vinna betur en Þórdís. Er það þá skoðun þín að Áslaugu Arna yrði farsælli formaður og það yrði Sjálfstæðisflokknum til meiri gæfu ef Áslaugu Arna yrði formaður frekar en Þórdís? Nei, ég bara meta stöðuna í undirbúningsvinnu í dag hjá þessu fólki sko, og þá fyrirferðin mest þarna sko. En eins og ég sagði áðan að þá vika langur tími í pólitík og það 5 vikur í landsfund og hérna ég svona met bara stöðu Áslaugar af þessum þremur aðilum svona sterkast að þessa stundina sko. En allt breytingum háð í þessum efnum og það verður bara komið í ljós. Allt þetta málsmetandi og gott fólk og hérna í sjálfu sér bara getur við sagt ánægju efni fyrir Sjálfstæðisflokkinn að hafa úr góðum einstaklingum að velja þegar það kemur að formannskjöri og hérna við verðum bara að sjá hvað setur. Ég meina það greinilegt að nú ég búin að sitja landsfundi flokksins síðan 83 sjálfur og það alveg greinilegt að það gríðarlega mikill spenningur fyrir þessum landsfundi. Við verðum vörð við það öll sem erum svona framalega í pólitíkinni. Nokkur eru búin að hafa samband við mig og lýsa við áhuga og komast á landsfund og óska til sæti og svo framvegis og þannig að það bara tilhlökkunar efni fyrir okkur og vonandi bara veita gott fyrir flokkinn. Við erum á tímamótum í Sjálfstæðisflokknum og Bjarni að hverfa að vettvangi og hann hans skarð vandfyllt að mínu mati en í þessu felast líka mikil tækifæri fyrir okkur að svona þétta raðirnar og blása til sóknar. Við eigum mikið tækifæri til þess að mínu mati í þessari stjórnarandstöðu sem hann núna Já.
Nú höfum við báðir örugglega heyrt til dæmis stjórnmálafræðinga eins og Eirík Bergmann lýsa hans mati eða greiningu á Sjálfstæðisflokknum seinna ár. Hann hefur talað að þessi átök inn í flokknum á milli frjálslyndis og íhaldssemi hafi svona orðið tilefni væringa. Það hefur verið rætt að á vakt Bjarna hafi klúðrast að ESB-armurinn fer út úr flokknum og stofnar Viðreisn og svona fleira verið nefnt. Ef þú yrðir ef þín sjónarmið yrðu ofan á, ef fólk sem værið með svipaðar skoðanir og þú færi í forystu Sjálfstæðisflokksins næstu árin, hvort leggur þú meiri áherslu á íhaldssemi, festu, stöðuleika, siðferði eða frjálslyndi? Ég held að þetta fari reyndar ágætlega saman og hafi gert það hjá Sjálfstæðisflokknum og saga hans sýni það að hann hefur í senn verið íhaldssamur flokkur en á sama tíma frjálslyndur og ef að sagan skoðuð þá það Sjálfstæðisflokkurinn sem hefur staðið í forystu fyrir kannski flest framfara mál í íslensku samfélagi og það hægt að nefna svo margt hvort sem að það í atvinnumálum eða félagsmálum eða réttindum fólks, jafnréttismálum og svo framvegis. Þannig að í því felst líka frjálslyndi að vera opinn fyrir nýjungum og leiða þannig fram nýjungar og þróun í íslensku samfélagi. Til að mynda getum við nú bara talað það að á vakt Sjálfstæðisflokksins núna á síðustu 10 árum hafandi með nýsköpun að gera nánast öll árin í sínum ráðunautum að þá hefur hún aldrei verið meiri í íslensku samfélagi og atvinnulífi heldur en á þessum tíma. Það ákveðið frjálslyndi og opnun á sama tíma og við viljum standa vörð traust gildi, samfélagsleg gildi sem þá aftur flokkast undir íhaldssemina. Þannig að ég held að þetta samspil eigi stóran þátt í því hvað flokkurinn hefur verið öflugt afl í íslenskum stjórnmálum í það áratugi sem hann hefur verið starfandi og þannig skilgreini ég sjálfa mig og á þeim forsendum gekk ég til Sjálfstæðisflokksins og til liðs við hann á sínu tíma að einmitt út frá þessum sjónarmiðum. Sko það má kannski færa rauk fyrir því að það hefur verið orðin veruleg sprungu þreita í fráfarandi ríkisstjórn en eigi síður þá má segja að útlendingamál hafi beint eða óbeint flýtt dauða þeirrar ríkisstjórnar. Þetta eitt af þessum grundvallarmálum sem að fólk tekst svolítið á og maður finnur ólíkar skoðanar inn í Sjálfstæðisflokknum. Hvað ert þú alltaf svona Ert þú mjög framarlega í flokki þeirra sem að vilja hafa miklar girðingar á milli Íslands og erlendra umsækjenda hæli og svo framvegis? Já, sama tíma og ég tel það vera grundvallaratriði að standa vörðum flóttamanna sáttmála Sameinuðu þjóðanna að þá dreg ég línuna þar. Og það alveg ljóst eins og útlendingamál hafa þróast í Evrópu á undanförnum árum að þá hefur það kerfi sem upp var lagt með á sínu tíma og kannski einhver fallegasti sáttmáli Sameinuðu þjóðanna að það hefur verið misnotað. Og ég þar í þeirri pólitík að vilja standa við þennan sáttmála og aðild okkar að honum. Það kannski sannaðist best í því hvernig við ákváðum að taka á málefnum flóttamanna frá Úkraínu sem voru að koma úr þessu stríðshrjáða nágrannalandi okkar en ég á þeirri síðan að læra mjög reynslu Norðurlanda þjóðana og fara svona þá vegferð í þessum girðingum sem þú kallar sem að þau hafa verið að fara og það hefur verið stefna okkar sjálfstæðismanna. Það eru þetta aðeins mismunandi útfærslur en í öllum þessum blöndum hafa menn verið að herða mjög skrúfuna eins og reyndar alla Evrópu
og það vegna þessa reynslan af því að reyna að fara hérna opnu leið sem að nágrannalönd okkar hafa gert og við sjálf vorum á tímabili áður við náðum þeim breytingu sem að ég stóð fyrir sem dómsmálaráðherra síðan Guðrún Hafsteinsdóttir með frumvarp númer 2 við náðum að beygja þessu skipi og þeirri stefnu sem að var hér sem að var íslensku samfélagi bara mjög erfið og við réðum hreinlega ekki við allan hennar fjölda. Þannig að já, ég þar, ég vil hafa þessar línur mjög skýrar og þau skilaboð á mínum að þetta mjög mikilvæg út í heim. Þannig að fólk áttir sig á því að hér sé ekki einhverjar opna gáttir sem ekki hjá öðrum löndum, nágrannalöndum okkar. Hvað með ESB afstöðuna? Ennþá fólk inn í Sjálfstæðisflokknum sem að telur að það hafi verið mistök að svona taka eindregna afstöðu gegn því að til dæmis þá tala menn núna að hérna í öryggismálum þá gæti hentað ágætlega að vera ekki bara í NATO heldur líka í ESB og svona. Myndirðu segja að Sjálfstæðisflokkurinn væri bara frýr núna algjörlega laus við Evrópu áhuga? Já, í sjálfu sér held ég að það sé nú svona hinn almenna skoðun og ef eitthvað hefur nú breyst frá því að þessi hópur gekk úr flokknum og stofnaði Viðreisn á sínu tíma þá held ég að þær línur hafi nú skýrst mikið bara almennt vegna þeirra stöðu sem Evrópusambandið í og það mjög skýr afstáð okkar í dag að vera í þéttu samstarfi við Evrópuþjóðir í gegnum þá samninga sem við erum með og hérna þeir þurfa náttúrulega að sæta stöður í endurskoðun og taka tillit til aðstæðna en hérna aðild að Evrópusambandinu ekki á dagskrá. Ég tel aftur á móti að það hefur verið mistök og óþarfi að missa þennan arm frá okkur menn þess að flokkurinn á að vera þessi breiðfylking sem að getur rúmað fleiri sjónamið í mörgum málaflokkum. Það ekki Bjarni vinurinn sem ber ábyrgð á þeim mistökum? Nei, ég vil nú ekki segja það. Þetta gerðist nú á þeim landsfundi þar sem búið var að ná ákveðinni niðurstöðu inn í málefnanefndum flokksins sem að menn gátu sætt sig við í þessum málum og að hafa augun opin og áfram hérna vera að fylgjast með og loka ekki neinum dyrum en svo þegar þetta kom inn í salin og það kom breytingatillaga þar fram að þá var þetta illu heilli afgreitt með þeim hætti sem að var að þetta fólk treysti sér ekki til að vera áfram í samstarfi og það ólíkt Sjálfstæðisflokknum í sögu hans að reyna ekki að gæta málamiðlunum í svona hérna viðkvæmum málum okkur hefur tekist það í gegnum tíðina og það svolítið þar sem við þurfum að endurvekja rótina því að breiðfylking í stjórnmálum þarf að hafa svigrúm til skoðanaskipta og umræðu viðkvæm mál og reyna að hafa þau þannig að menn finnir sig ekki útilokað úr hópnum. Þeir eigi erindi með okkur út af öllu hinu sem við erum sammálum og að því leyti þetta gerðist hratt og þetta var óheppilegt að upp var staðið og við höfum gætt að því mjög síðan þá að landsfundur taki kannski yfirvegari ákvarðanir þegar það kemur á svona viðkvæðum málum. En svo líka sagt að flokkurinn hafi mist af þeirri arfleifð breiðfylkingarinnar sem flokkurinn einu sinni var að huga og verður að huga betur að til dæmis öðrum stéttum en þeim sem eru ráðandi og það hefur verið sagt að Sjálfstæðisflokkurinn sé eins og önnur stórveldi að flest molna þau að innan oft vegna spillingar eða vegna einhverja forréttinda sem að verða til og menn kom ekki auga á og það verið rætt eitrasamband viðskipta og stjórnmála og fákeppni og hvernig þið hafi svona verið í þéttu sambandi við viðskiptaöflin og raða svolítið á garðan. Við vorum hér í dag ég að ræða við umboðsmann Samfylkingarinnar framkvæmd kosninga og hann bendir á hvernig að hans mati sitt hvað bendir til þess
að þar hafi fúsk, skástrík, spilling ráðið að nokkur leyti hvernig farið hefur verið með vafaatkvæði og svo framvegis. Útgerðar öflin, ósáttina sem kvótakerfið, þessi nýríka stétt ólígarka sem að kaupa upp hálft viðskiptalífið á Íslandi annað en það sem snýr að sjávarútvegi eins og Ríkisútvarpið var að fjalla í síðustu viku. Heldur að þetta séu ekki líka bara skýringar, Jón, sem að þið þurfið að taka alvarlegt samtal fyrir landsfund og á landsfundi? Ég tel nú bara fyrsta lagi þar sé nánast engin innistæða fyrir þessu blaðri, sko. Ég vil bara kalla það og það náttúrulega þannig að fréttamiðlar, álitsgjafar eru mjög uppteknir af því að skilgreina Sjálfstæðisflokkinn og gera honum upp alls konar spillingar moment og hann sé ekki lengur þegar svo breiðfylking að geta kallað sér flokkurinn það sem stétt með stétt sem auðvitað eitt af okkar grundvallaratriðum. Ég get nú bara hort í spegil og sjálfa mig í þessum efnum og hafandi bara verið þáttakandi í atvinnulífunni, ég fer ekki á þing fyrir en rúmlega 50 og hafandi þá verið sjálfstætt starfandi svona stóran hluta minni starfsævi, verið bóndi, ég var á sjó, ég fór í diplómanám í háskóla, ég var síðan yfirmaður á Stöð 2 og hjá Prensmiðjunni 8 og svo í eigin rekstri með eigin innflutningsfyrirtæki og á 30 starfsmanna í vinnu. Ég bara kannast ekki við þessi spillingaröfl og þessa spillingaáráttu sem verið að reyna að smyrja á Sjálfstæðisflokkinn. Ég bara algjörlega ósammála því og hafna allir í slíkri umræðu að flokkurinn sé eitthvað í þá átt. Flokkurinn hefur að mörgum verið orðað við það að velja það hverjir í sjávarútvegi og hvernig staðið að nýtingu auðlindarinnar og þá það alveg rétt og þetta grundvallaratriði í málinu að Sjálfstæðisflokkurinn hefur staðið vörð okkar fiskveiðistjórnarkerfi eftir að því var komið á og við skulum ekki gleyma því að það sem kannski helst deilt í því kerfi sem annars sennilega eitthvað besta fyrirkomulag í nýtingu náttúruauðlinda sjávarins sem til í heiminum og hort til okkar öfundaraugum ágætt að rifja þau upp því ég satt einu sem með þýskri nefnd atvinnulífs úr þýska þinginu og þeir voru að dásta því að þeir væru stöðugt að fjalla það hversu mikið þetta styrkja sjávarútveginn í Evrópusambandslöndunum og voru öfund okkur að því að við varum að ríðast það hversu mikla viðbótar álagningu og skatta við ættum að láta greinina greiða. Við höfum staðið vörð þetta kerfi vegna þess að það hefur skilað gríðarlegum árangri. En það sem var helst deilt svo kallað framsal. Það að segja þegar að eftir að kvótakerfið var sett á að þá í kringum 1990, mann ég hvort það var 91, að þá samþykkir þingið heimild þeirra sem höfðu þá heimild til að veiða, voru með kvóta til að framselja. Og þetta var talið nauðsynlegt til þess að í raun gera sjávarútveginn enn hagkvæmari heldur en hann í dag, eða heldur en hann var þá, því hann var mjög óhagkvæmur. Það var hér stór tap í íslenskum sjávarútvegi sem var lagað til með gengisfellingum og kostnað almennings, trekk í trekk. Og þetta var samþykkt, reyndar útfærsla sem að sjálfstæðismenn greiddu atkvæði gegn á sínum tíma, en þetta voru, ef ég mann rétt, Framsóknarflokkur, Alþýðuflokkur og Alþýðubandalag sem voru saman í ríkisstjórn sem samþykkti þetta. Og svo þetta skrifað á okkur, þarna grunnurinn að þessu. Síðan hafa menn vilja vinda ofan af þessu með einum með öðrum hætti, taka aflaheimildin tilbaka, Samfylkingin talaði fyrir einhvers konar fyrningaleið, aðrir vildu ganga enn lengra og bylta þessu enn frekar og við höfum staðið vörð þetta kerfi sem bör skila sér
skemmst að minnast vinstri stjórnarinnar 9-13 þar sem að menn voru með miklar heitingar það að gjörbylta þessu kerfi, reyndu ýmsar leiðir til þess í þinginu og höfðu meirihluta í 4 ár og mér minnistætt þegar að Steingrímur J. var að fara úr fjármálaráðuneytinu á tímabilinu og átt að taka við upp úr áramótum við ráðuneyti sjávarútvegs og landbúnaðar. Hann viðhafði þó orð þá að þetta tækja nú ekki nema nokkra vikur að keyra þessar breytingar í gegn og klára þetta. Þeim tókst aldrei að ljúka þessu vegna þess að þau lentu alltaf á veggjum að þeirra eigin hugmyndir voru svo óhagkvæmar fyrir Íslands þjóðarbú og fyrir greinina og landið okkar að þeir snéru alltaf frá og gáfust alltaf upp. Og þetta eru margir búnir að reyna. Heilu stjórnmálaflokkarnir hafa verið stofnaðir þetta eins og frjálslyndi flokkurinn sem að engum árangri skilaði og í dag horfinn af vettvangi og flokkar eins og Píratar sem að nú eru horfnir af vettvangi bara svona svolítið á sömu nótum. Nú flokkur fólksins búin að vera með miklar heitstrengingar í þessum málum og þessi flokkar og þeir ætla að fara að auka gjaldtökuna og slíkt og við skulum bara sjá hvernig fram vindur. Aldrei hafa verið greidd hærri veiðigjöld heldur en á þessu ári og við munum áfram verja grunnstoðir fiskveiðistjórnarkerfisins. Menn hafa talað að setja nýja auðlindar klásúlu í stjórnarskrá lýðveldisins. Við höfum aldrei lagst gegn því. En hún þarf auðvitað að vera vel útfærð og standa skoðun. Bjarni spurði að því, ef mann ekki, þetta verið í kryddsíldinni, þar sem hann spurði nú fórustum með ríkisstjórnarinnar að því, hvort að þau ætluðu þá að hafa tímabundar heimildir. Þau gátu ekki svarað þessu. Þannig útfærslan enn og öll eftir eina ferðina enn, undir þeirri miklu gagnrýni sem að við höfum verið á kerfið, að þá útfærslan heldur ekkert klár. Þau veit ekki hversu mikið þau ætla að taka í viðbótargjaldtöku, hvar þau ætla að taka það. Þau koma því að segja að við ætlum ekki að taka neitt af minni útgjörðunum, við ætlum að hækka bara á hina, þetta á að vera þrepaskipt. Hvað skilar þetta þá ef þú ætlar að lækka á hina? Það sem að ég ósáttur við í kerfinu í dag að fjölbreytileikin að hverfa úr íslensku sjávarútvegi í útgerðarformi. Og ég minnist alltaf greinar eða erindis sem að Ragnar Árnason, prófessor og einn af okkar fremstu auðlinda hagfræðingum og meir en hér á landi heldur við nýtum mikilla viðurkenningar á alþjóðavettvangi, sagði að þessi fjölbreytileiki væri mjög mikilvægur í íslenskum sjávarútvegi af því að það myndi gera sveigjanleika hans miklu meiri við mismunandi aðstæður sem komuð upp í nýtingu sjávarauðlindarinnar eins og við þekkjum manna best. Og ég held að þetta sé kannski helsta ógnin í dag, hvort á að nálgast það með því að hafa óheftar strandveiðar ég ekki vissum, vegna þess að það þarf auðvitað að reyna að byggja upp fyrirtæki af mismunandi stærðum og gerðum sem eru í þessari atvinnugrein á heilsársgrundvelli, geti skapað fjölskyldum og þeim sem að reka þetta vinnu allt árið og góð afkomu. Þannig ég óttast þessa þróun og vil reyna að sporna við henni. Ég tel að mynda og hef sagt það við marga sem að í sjávarútvegi, mér hugnast ekki mjög þegar að svona stærri fyrirtækin sem eru í stóra kerfinu, við erum með kerfi skipt eins og við þekkjum, annars vegar krókaflamarkskerfið og hins vegar þá svona stærra kerfið, að þau fyrirtæki skuli vera farin að fjárfesta meira og meira í krókaflamarkskerfinu og hasla sér völl þar og þetta við þýtt það til að mynda að markaður með leigu á aflaheimildum fyrir þá sem að reyna að byggja þessu upp, að hann nánast alveg hruninn og framboðið ekkert og þetta óttast ég, þessa þróun óttast ég og eru ekki sáttur við, en á öðru leyti gríðarlega mikilvægt að standa vörðum kerfið og það einhverjir hagsmunir einstaklinga í mínu flokki fólgnir í því. Forystunnar að þingmanna.
það bara þjóðaslegir hagsmunir sem eru þar til grundvallar. Svo svo sem að ýmsir fleiri ágallar á þessu kerfi, samanber byggðaröskun og samanber hvernig útgerðaraðilarnir hafa líka stjórn á vinnslu og hvernig öll virðiskeðjan er orðin í eigu sömu aðilana og hvað var það verð á fiskinum og við getum líka rætt það á áhyggjuefni með kvótan að þorskurinn verður minn og minni, það ekki? Við veiðum minna og minna af honum og öll kerfi, náttúrulega öllum tímum hljóta alltaf að þarnast einhverjar endurskoðanar. Það er spurning hvort hagsmunir þessara öflugu útgerðamanna eru orðin svo miklir að það verður erfiðar vika að breyta kerfinu í átt til hins betra. Já, það auðvitað áramunur á þessu og ég held að það sé nú ekki alveg rétt. Þú skoðar það grannt að við séum alltaf að veiða minn og minni þorsk, alls ekki. Það er til að mynda verið einmitt tekið sem dæmi það að megi veiða meira hversu mikið á stórþorski hefur verið í sjónum. Já, vísindin eru örugglega ekki fullkomin, en við tókum fyrir nokkuð mörgum árum, það sennilega 20 ár síðan að verða, síðan við tókum þá pólitísku stefnu þvert á alla flokka að fylgja ráðgjöfinni. Og ég sjálfur sér held ég að við höfum ekkert betra verkfæri heldur en að gera það. Það þurfa að menna að skoða hvert atvik út af fyrir sig og hvernig svona þróunin og það getur verið skynsamlegt að gera einhverja breytingar á þessu. Það þá eitthvað sem við þurfum að setjast yfir en hérna ég held að það sé ekki einhverjir sérhagsmunir stórútgerðarinnar eins og þú kallar það að vera á einhverju sérstakri vegferð sem hendar ekki öðrum í þessu. Það á að geta algjörlega að spila saman hagsmunir þjóðarbúsins, hagsmunir hérna mismunandi útgerða forma, hvernig við höfum þessu, en staðnettin svo að allt og margar litlar og meðalstórar útgerðir hafa lagt upp laupana vegna þeirra óvissu sem í greininni og menn þora þá ekki annað heldur en bara hreinlega eru með svo mikið undir að þeir þora ekki annað en að fara út úr þessu að því að þeir treyst ekki því að geta búið við stöðugt regluverk og umhverfi og þá eru þeir sem eru sterkari að kaupa og að þá fer þetta verður þróunu þessi sem ég var að nefna áðan að fjölbreytileikin hverfur svolítið úr kerfinu og hann svo ég vitna aftur í Ragnar Árnason prófessor, hann verðmætur fyrir þjóðarbúið til þess að geta haldið svona ákveðnum sveigjanleika í útgerðarformi og þá breytileikum á milli fisktegunda og hvernig við veiðum. Jón, förum aðeins í hérna svona lokin í það sem að þér sýnist að landsfundurinn muni snúast Þú komst aðeins inn á það svona hvernig þú sást sér fyrir þér hlutina og hvað hefur verið að gerast og hérna við vitum ekki alveg að hverju Bjarni sagði af sér að okkur fannst frekar skyndilega. Við vorum búin að heyra hann tala það að hann hlakkaði til að vera í stjórnarandstöðu líkt og þú nefndir áðan að þú sagði tækifæri í því nýtt tækifæri fyrir Sjálfstæðisflokkinn að vera í stjórnarandstöðu en hérna við vitum ekki alveg að hverju Bjarni hætti og við vitum held ég ekki alveg hvaða hugmyndir sjálfstæðismenn hafa sjálfir eigin framtíð og eigin flokk. Það allavega tilfinning margra. Hvað snýst þessi landsfundur? Hvert verður helsta verkefni þessa landsfundar að þínu mati? Já, það þurfti nú svo sem ekki að koma mönnum neitt á óvart að Bjarni skildi hætta. Bjarni var kosinn fyrst á þing 1983, hann hefur verið formaður núna mjög lengi og verið í pólitík get ég fullirt miklu lengur heldur en hann lagði upp með þegar hann fór á stað í pólitík en þannig það nú að þá veit enginn sína ævi fyrir en öll í þessum efnum frekar en öðrum og hann sagði nú alltaf að hann tækja sér sinn umhugsunarfrest og myndi tilkynna á einhverjum tímapunkti sína niðurstöðu og hann tók svolítið jólinn og áramótin í það að svona hugsa málin og fara yfir þau með fjölskyldu
og vinum og það lá náttúrulega svona nokkuð í augum uppi að landsfundunum yrði ekki fresta þrátt verið tilmæli það sem voru reyndar ágætlega rökstudd og það nú kannski hin einfalda skýring á því af hverju það var ekki gert að landsfundur mjög stór samkoma. Það ekkert, þú lappar ekkert með inn í hvaða húsnæði sem með landsfund Sjálfstæðisflokksins og Laugardalsvöllin var til að mynda ekki laus næst fyrir einhvern veginn á hausti. Þetta yfirleitt bóka með jafnvel ársfyrirvara eða jafnvel og alltaf margra mánaða fyrirvara og upp í ár og jafnvel lengur og ég veit að menn litu í kringum sig eftir öðru heppilegu húsnæði og þarna þarftu sal sem að tekur kannski svona 1400-1500 manns í sæti við borð og þú þarft að hafa svona 6-8 hliðasali þar sem þú getur verið með frá svona 50 upp í 200 manna fundi sem eru sem sagt landsfundanefndirnar, málefnanefndirnar sem eru starfandi og alls konar erind og fyrirlestar sem verið að flytja. Þannig að þetta var í raun tæknilega útilokað þó rökin sem að komi fram frá málefnanefndum, formönnum málefnanefndaflokksins væru fullkomlega rétt og ég veit að mörg landsbyggðar félögin okkar hafa áhyggjur einmitt af því að veður eða færð kunna hamla það að þeir geti komið á þennan mikilvæga fund en nú þetta niðurstaðan og þá varu þetta ekki til neina bíða hjá Bjarna með það að tilkynna sína niðurstöðu. Mér rennur nú í grunn sjálfum að hann hafi verið fyrir löngu búin að gera þetta upp fyrir sig þá hann hafi talað svona með þeim hætti sem hann gerði en þess að þú auðvitað stígur skrefið til fulls þegar þú ert búin að undirbúa það á öllu leyti. Hvað heldur hann fara að gera? Bjarni? Já. Hann fer að vinna. Ég veit ekkert við hvað. Nei. En það verður alveg nóg fyrir hann að gera held ég á öðrum vettvangi fyrir utan það að við erum ekki að missa hann í burtu. Við höfum aðgang á honum og hans reynslu og þekkingu í málum. Hvað snýst þessi landsfundur? Hann mun eðli mál samkvæmt snúast nýja forystu og framtíða sín og eins og ég sagði áðan, ég finn fyrir miklum spenningi fyrir þessu landsfundi og mikla væntingar. Ég ekki nokkur vanveg það að þegar við komum út á þessu landsfundi þrátt verið að hafa tekist á það hver verður formaður og hver forysta flokksins verður, varaformaður og ritari og svo framvegis að þá komum við saminuð í það að veita hér öfluga stjórnarandstöðu. Það mikil tækifæri fyrir flokkin með þessa ríkisstjórn, mörg mál sem að menn hafa haft stór orðum meðal annars í þínum flokki það hvernig hinn og þessi mál ættu nú að vera en eru nú tilbúnir að sveigja vel af leið eins og Eyjólfur samgönguráðherra núna með brúar skóflustunguna sína þá heita þetta orðið allt skoðanaskipt og svona þannig að það verður á svo mörg og skemmtilegu að taka í stjórnarandstöðu en ég skil það vel að Bjarni hafi hugsað málið og í raun langa svolítið til að fara í það eins mikil þekkingabrunnur og hann á fjölbreyttum vettvangi að þá verður það eins og ég vorið að algjör veisla að svona hlýða fólki yfir í stjórnarandstöðu og flokkurinn hefur bara gott að því held ég núna að stokka upp spilin endurnýja svolítið stefnuna, gæta að rótum sínum og þá eigum við öll tækifæri til að verða áfram þessi sterka breiðfylking og þessi sterki flokkur í íslensku stjórnmálalífi. Ég hef engar efasemdur það að flokkurinn nær vopnum sínum frá því sem hann nú og verður áfram merkilegt og öflugt afl í íslensku stjórnmálum. Bara svona rétt í lokin, kanntu Þórdísi Kolbrúnu litla þakkir fyrir að hafa farið í þitt eigið kjördæmi í Kragann og bóðið sér fram þar og munaði nú minnstu að henni tækist að bóla þér út af þingi? Já og menn geta velti alltaf fyrir sig hvenær manns tími komin sko. Ég ákvað að taka þennan slag við varaformaninn og þó að það væri svona kannski á móti öllum líkum náði bara fínum árangri í því og ég veit að margir félaga mínir í kjördæminu á vettvangi kjördæmisráðs gátu ekki hugsa sér að varaformaðurinn yrði felldur hjá okkur og en að samaskapi mislíkaði fólk líka hvernig aðdragandinn að þessu var og ég var ekki sáttur við hann. Ég hef alveg sagt það, mér fannst varaformaður flokksins sem að ég var búin að starfa með í, ég veit ekki, þessi ekki átti 10 ára af þessum
tæpum 18 árum sem ég búin að vera á þingi sem að við Þórdís Kolbrún átt eitthvað saman að sælda frá því að var framkvæmdastjóri þingflokks á sínu tíma að ég skildi lesa þetta í blöðunum þó að umræðan og hvíslið í flokknum hafi kannski verið að gefa til kynna að þetta yrði svona að þá hefði hún átt að sýna mér þá virðingu að við settumst að minnsta niður og ræddum þessi mál. Það var ekki gert og þess vegna tókum við bara slaginn og pólitík er þessar húnir og ég tapaði þeim slag og varðið beiðni fjölmargra að taka þó sæti á listanum, hafði þá bara hugsað mér að láta þetta gott heita en var við þeirri beiðni að taka sæti á listanum og svo skipast veður sem þau gerðu og í dag ég orðin þingmaður og þá getur maður bara sagt Guð veit hvað framtíðin verður í þeim efnum sko. Takk fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Og við förum þá í aðra sálma en ekki fara langt. Gerist áskrifundur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélag. Tíðindi kannski í síðustu viku voru vopnahlé á Gaza á nokkuð sefa. Það búið að vera hryllilega átök síðan seint á árinu 2023 sem orðið í hildi fyrir þannig að það búið að vera svo lengi. Til þess að ræða aðeins þessi tímamót hingað komin Qusay O'Day sem íslensk-palestínskur aktivisti. Velkomin. Takk. Vopnahléð það sigur? Já, stór sigur. Já. Þetta stór sigur og engum að þakka nema svona Gazabúar og palestínumenn og baráttamenn og stuðningsmenn út allan heim. Sem að hafa aukið þá þrýsting á Bandaríkin til þess að þau verða að stoppa þetta. Já, Bandaríkin og Ísrael, það er náttúrulega Ísrael lungu gjaldþrota, alls konar gjaldþrota og getur ekki haldið þessu lengur og þetta ekkit Biden Trump að þakka. Ekki þannig. En nú fólk á Íslandi tekið þátt í svona stuðningi við Palestínu og mótmælum og svona fjölbreytilegum aðgerðum til að lýsa yfir stuðningi við málstað Palestínumanna og anstigða og framferði Ísraels. Heldur að það fólk og fólk út allan heim að ef að það hefði ekki tekið upp baráttu að þá hefði þjóðarmorðið bara haldið áfram og gengið lengra? Klárlega. Þetta eins og ég sagði, þetta fyrst og fremst fólk á Gaza að halda áfram bæði baráttumenn og venjulegt fólk sem gjaldaði mest fyrir því og svo barátta fólk og stuðningsmenn út allan heim. Það er eina ástæða fyrir því að þau geta ekki að halda áfram lengur. Ok, ef við förum þá til Gaza, baráttan þar að því að það sem að maður sér í fréttum fólk oft bara að bíða eftir mat eða fólk að bera lík barnanna sinna út úr rústum og fólk sem að leita skjóls í sjúkrahúsum og öðru slíku. Það fólk sem að bregðast við árásunum, en hvað baráttan enn á Gaza? Var Ísraelsmönnum mætt með hernaðaraðgerðum? Barátta samtökin, Hamas og fleiri, það náttúrulega búin að vera að berjast alveg frá upphafið, svo við veitum, og svo aðal baráttan sem það veita allir, þetta venjulega fólk sem gafst ekkit upp, flúði ekki burtu, margir vildu flýja burtu. En það var lokað, þau komast ekki inn til Egyptalands, kannski var það ráðagerð Ísraelsmanna bara þrýstu öllum bara yfir landamærin. Já, það var náttúrulega almarkmiði, það var lokað, en svo líka þetta Gazasvæði skipt í þrennu, norður Gaza og svo suður. Og fólki í suður, neita að fara og færa sig líka, og sama með ekki allir náttúrulega, en margir sem gátu verið áfram og þetta stærsta baráttin að vera og þetta baráttur palestínumenn sem búin að vera í 76 ár núna að gefast ekki upp, að fara ekki að halda við
En það eiginlega svona eins og friðsum andspyrna. Það bara vera. En var Ísraels herri ekki líka mætt bara með vopnum og skotið á þá eða var þetta fyrst og fremst bara friðsum að hlýða ekki Ísrael? Já, það var bæði náttúrulega. Þú veist, þau voru mætt svakalega hernaðar andspyrna sem, þú veist, þetta eiginlega ótrúlegt að þú veist að hélt áfram í rúmlega 15 mánuðir og alveg Ísrael var virkilega að þjást, þú veist, út af þessu. Þrátt fyrir gríðarlega yfirburði að þá voru þeir aldrei öryggir, eins og hermennirnir voru aldrei öryggir. Já, voru aldrei öryggir, náðu aldrei, þú veist, einhvern ákveðin svæði svona hertaka almennilega og voru aldrei á sama stað, alveg frá upphafið. Þeir gátu ekki tekið neinn svæði undir sig almennilega. Þeir gátu farið inn, drepa og svo fara. Þannig ef að Palestínumenn á Gaza hefðu svona brotnað undan, ég meina, ótrúlegu ofbeldi og ótrúlegum svona yfirburðum, vopna yfirburðum Ísraels, að þá hefði Ísraels kannski fengið sínu fram. Já. Og sem að var það að brjóta niður palestínsku þjóðina, sem að tókst ekki. Þetta það sem þeir vildu, veist, margir segja bara að Hamas vildi ekki semja fyrr og Hamas vildi ekki semja fyrr og það eina sem var í boði hingað til það að gefast upp og Ísrael lagði aldrei fram það að stríð myndi hætta eða þjóðmorði myndi hætta og það var alltaf, það eina möguleiki fyrir ykkur að þú veist, eina sem í boði að gefast upp og við myndum halda áfram og það var ekkert annað í boði fyrir okkur, þannig það var ekkert annað í boði heldur en að þangað til bara í þar síðustu viku reyndar í maí en þá neita Ísraela að skrifa undir þetta samningin sem var skrifaður undir núna á miðvikudaginn síðast meira minna eins og frá því maí nákvæmlega sama þannig það voru Ísraelsmenn sem að gáfust upp. Já. En hvaða gildi hefur þetta fyrir þjóð sem náttúrulega í vondri stöðu? Þú veist, ég meina staða palestínsku þjóðarinnar ef við myndum horfa á það svona í efnahagslegu tilliti og ýmsu, hún verri núna heldur en var fyrir 2 árum en að einhver leyti væri hægt að segja það að svona andlega eða svona spiritið að raunverulega staðan betri núna heldur en fyrir 2 árum. Já, margfalt betri. Þetta náttúrulega, þú veist, jú, við erum ekki vopnaðir, við hefum ekki nærri helminga þessi stuðning sem þið fáu, þú veist, vopn og pening og allt saman, þú veist, í rauninni Gaza, þessi litla svæði, vann ekki bara stríði gegn Netanyahu eða Ísrael, heldur bara út allan heim, þú veist, það var Ísrael og stærstu ríki heims voru bak við þá. Vopn og pening, þú veist, það var dælt inn á þetta daglega. Þannig Bandaríkin tapaði Bretar og það sýnir eitt. Þegar þú ert landeigandinn og þú hefur réttin, þá tapar þú aldrei. Og þetta er náttúrulega, þú veist, þetta er stór stökk fyrir okkur palestínumenn að sigra svona stort stríð eða þjóðarmorð. En ef þú horfir yfir Gaza núna, þá það bara meira og minna rústir. Það bara rústir, það ekki meira og minna, það bara rústir. Já. Þannig í efnahagslegu tilefni þá unnu þið bara að þið fá aftur rústir, það sem áður voru hús. Já. Hver sigurinn sá að við erum ennþá þarna. Ha? Við erum ennþá þarna. Já. Þetta ennþá Palestína. Já. Þetta ennþá Gaza. Og það verður byggt upp. Já. Og það hefur gert mörg oft fyrr, ekki svona í stóru stíl. En þetta er það sem er búið að vera að gerast í 76 ár. En núna, veist, stóri munurinn að þú veist, núna veit fólk út allan heim hvað Sionista eða hvað Ísrael fyrir hvað það stendur og líka veita hvað þýðir að þú veist að berjast fyrir réttin sín líka
Í rauninni Gaza frelsaði okkur öll. Þú veist, þessi hugmyndum að ef þú átt betri vopn eða ríkari þá ræður þú og þú sigrar alltaf bara mörg brotin núna. Og við veitum núna ef þú stendur fyrir þitt og þú hefur rétt á eitthvað þá myndur, þú veist, þú ferða á endanum. Og andstaðan ekki meira heldur en bara viðbrögð venjulegs fólks, bara ekki að fara, halda áfram. Já. Það þú veist, þetta er stærsti vopnin okkar. Að öflugustu vopni heimi, öflugustu ríki heimi, að þau geta ekki sigrað það. Nei, og þau munu aldrei sigrað það. Nei. Og Palestínumenn nutu ekki stuðnings neitra svona stjórnvalda að ráði? Nei, ekki. Líklega Íran? Jú, en þú veist, þetta já. En fyrst og fremst þá bara almennings í næstu löndum og svo brot af almenningi á vesturlöndum? Já, stór brot myndi ég segja. Mikil stuðningur á Íslandi? Já, á mörgum stöðum. Já, þú veist, það er nefnilega málið, þú veist, þetta miklu meira stuðning heldur en nokkuð tíma hefur verið áður, meira að segja í Bandaríkjunum. Þú veist, þetta nú það var ekkert, þú veist, það var ekkert feiluleik við þetta, þú veist, þetta sjást alveg, þú núna vita allir hvað Ísrael stendur fyrir, eða Zionista, eða þessi stór kapitalíski ríki, þú veist. Þannig að stuðningin með Palestínu var margfalt fleiri núna og vonandi heldur áfram. Mér minnir að þú hafi verið hérna fyrir svona ári síðan og þá var staðan sko hryllileg. Og þá sagður eitthvað í þá verunni að þú veist, þetta væri eiginlega sigurinn væri vís af því að staðan væri orðið svo slæm og hún bara gæti ekki versnað. Og þetta satt í mér og ég var alltaf að hugsa þetta svo veist, hvaða máli skipti sko vonin eða staðana því að þetta að sumuleyti held ég að þetta sé erfitt fyrir fólk sem svona, stendur í bara svona venjulegri baráttu að skilja þetta. Þannig að ég ætla að byrja að reyna að útskýrta aðeins betur sko. Hvernig hægt að vera sigurviss þegar þú ert eiginlega með algjörlega tapaða stöðu? Já. Hvernig getur það gert? Það er nefnilega skilgreining á sigur. Hvað það? Þú veist, það er það að deyja, að missa, þú veist, fjölskylduna, húsið eða hvernig getur þú sigra þegar meira en 100.000 manns eru myrtir frá okkur og ekkert eftir á Gaza, það þarf að byggja þetta alveg upp og nýtt og allt það sem búið að vera að gerast á 15 mánuði. En það segir sig sjálft og ég búin að segja þetta kannski áður núna, 15 mánuðir þegar stærstu ríki heims og öflugustu og með mesta vopn og allt það náðu ekki eitt einasta markmið. Þú veist, sem en þú varst alveg viss það fyrir árið síðan að það ekki. Jú. Þú varst sigur viss fyrir árið síðan. Já, þú veist, og ég vissi að við erum að drepast og við erum í rústum og allt saman, en ég vissi að við erum búin að vera þar og við erum búin að vera í þetta í 76 ár og það ekkert að fara að breytast. Við verðum áfram hérna. Þetta okkar og við myndum berjast fyrir þessu og við hefum ekkert annað val. Við erum ekki superheroes sem þú veist, við getum þetta endalust. Þú veist, það líka það, við hefum ekkert annað val eins og við vorum að tala rétt á það. Gazabúar, það var loka á þá og þú veist, það búið að vera loka á í mörg ár. Þannig að komast ekki allir út. Þó að það vilja ekki allir komast út, en það komast ekki allir. Þannig að við hefum ekkert annað val heldur en að berjast á móti og vera og að það bara eina að vera. Þráttur að þegar við fengið yfir ykkur allt sem að maður getur ímyndað sér. Já, það sko, þú veist, það stærsta sigurinn sem búin að vera og það eina markmið Ísraela eða Zionista að henda okkur út eða drepa og bara það að vera áfram, það sigurinn og það það sem truflar eða gera það á brjála, ekki bara truflar.
En hvernig framtíð fyrir palestínsku þjóðina, þá sem að býra á Gaza eða í Ísrael? Eða í Palestínu? Það já, í Palestínu, restina, hernám, já. Það sko, þú veist, það erfitt að segja núna. Það ekki neitt friður, þótt að sé vopnum, það ekki friður framöndan. Nei, það eitt lítið kapli sem búinn. Þetta stór sigur, en þetta bara ekki allur sigurinn. Sigurinn frá ána til sjávar. Það þú veist, að fá Palestína tilbaka, það stóri sigurinn. En þetta stór sigur samt. En baráttan heldur áfram. Hernámið ennþá til. Það verið ennþá að drepa. Það verið ennþá að ræna land og rústa húsum og þetta ekki búið. Þetta langt frá því að vera búið. Hvernig verður þetta búið? Þegar við fáum þetta tilbaka. Það ekkert annað í boðið í rauninni. Þetta ekki við getum ekki verið við getum ekki verið undir hernám og kúun og allt þetta og svo bara já, amen og allt í góðu. Í Suður Afríku, þegar svartir voru að berjast, að þá voru að berjast við ógnarvald og óréttlæti og apartheidstefnu og bara svipa á því. Og þá var það, las ég eitthvað staðar og heyrt það sagt margoft, að svona lykillinn í þeirri sögu var þegar þeir sögðu in our time. Þannig eins og að þú myndir segja, Kusai, að þetta mun gerast á meðan ég lifi, að þá munum við fá Palestínu tilbaka. Trúið þú því? Ég trúið því, ég trúið þessi ekki áður. Þegar ég var ekki lítil, yngri, þá ég hugsaði, þú veist, baráttan okkar í dag, þú veist, vonandi fyrir börnin mín, en nú trúi ég að þetta mun vera á mínum tíma. Þannig að þar að segja ef ég lífi svona eðlilega langt. Já. Það að gera. Og þú finnur fyrir það munur á þessu, að horfa fram á að framtíðin bara eiginlega eilíf barátta. Já. Eða sé barátta sem hefur mögulegan endanlegan sigur. Já, maður finnur það, þú veist, það náttúrulega krafturinn í meri þegar maður sér fyrir endan á þessu og þú veist, og þú hagar þið þannig líka, þú veist, þetta mun endast, það hugsa ég alltaf, þú veist, það ekkert óréttlæti, men þú veist, endast að eilífu. Þú veist, það var alltaf markmiði að klára sig, að stúta þessu. En núna segi þetta ennþá nær og nær og nær og nær. Þú veist, þetta að verða meira og meira og við veitum það að þú til að byggja upp, þú þarft að rústa niður til að byggja þetta almennilega upp. Og það að gerast og sérstaklega núna bæði 7. október og líka árið eftir það, þú veist, allt sem búin að vera að gerast eftir þetta. Við erum að nálgast þessu mjög mikið. Það bæði okkar styrkur og líka það að, þú veist, heimurinn, það að breytast. Fólk sér þetta almennilega núna og þekkir þetta og margir að vinna í því að taka þátt í þessu. Og veist, þetta ekki allt hernar stuðning, en bara sniðganga. Þú ekkit Zionista eða Ísrael snýst fjármagn og öryggi. Það væri engin Ísraeli til ef það væri ekki peningur til og öryggi. Og ef það væri ekki peningur neður öryggi, þú nennir ekkit að standa í þessu. Þetta ekki fólk sem á þetta land, þetta ekki fólk sem tengt þetta land. Þetta eru allir sem koma eitthvað stað frá og hafa þetta betra þar sem þið voru heldur en þar sem skortur af pening og öryggi. Og Palestína frá Honni að hafinu, það merkir það að Palestínumenn munu stjórna Palestínu? Já. Og megnið af þeim sem hafa komið og byggt upp Ísrael fari bara aftur? Það annarkvort að fara aftur eða bara sætta sig við það. Þetta Palestína. Búa í landi sem stýrt af Palestínumennum? Já. Og þeir geta alveg stýrt þessu með okkur. Palestína segir ekki að þú þarft að vera
búin að vera eða lang afiðin þarna, heldur, þú veist, réttlæti fyrir Palestína, þú veist, það bara eitt ríki allir með sama rétt sem öllum líkindum myndu leiða til þess að Palestínumenn væri í meirihluta. Já, það er líklegast að flestir, en örugglega allir Ísraelir myndi ekki sætta sig við það að hafa sama réttindi við og það sést, það sést, það þessi 15 mánuðir sem eru, þú veist, nýbúin að klárast það sýndi hversu sjúkla hugsun Ísraelir eru með og þeir geta ekki ímynda sig að, þú veist, við erum jafnir eða jafnvel bara að við erum venjulegt fólk, ekki bara jafnir, heldur bara að, þú veist, að við eigum rétt á eitthvað. Þeir séu eitthvað meira heldur en kakkalakkar eins og einhver ráðherrann sagði. Nákvæmlega. Og þannig að Ísrael byggir umverulega á því að það sé hægt að reka ykkur úr landi, fæla ykkur úr landi sem bara kolveitlust. Þeir eru snar heimskir þeir hugsa virkilega svona. En Palestínumenn, það eru fólk býr á Gaza og fólk býr annars þar í Palestínu, en svo er náttúrulega stór hluta Palestínum út allan heim eins og þú. Hvað er það stór hluti af fólkinu sem býr ekki í Palestínu? Það er jafn stórt. Það er eitthvað 7-8 milljónir. Jafn margir inni eða í Palestínu og sem eru úti. Heldur þessi stór hluti þeirra sem að hafa flúið sem að myndu vilja snúa tilbaka? Flestir vilja það. Flestir vilja það, en alltaf hjá innflytjendum þá er það náttúrulega að þú kannski vilt það, en þú kannski gerir það ekki. Þú einhvern veginn verður alltaf með dýpri rætu það sem ert og kannski landi sem þú ætlar að snúa tilbaka er kannski ekki til lengur því að það breytist allt, sko. Palestínu er ekki eilíf. Það er rétt, en þú veist þegar ég segja allir, það vilja allir hafa hluti í Palestínu eða, þú veist, einhvern aldrep geta snúið aftur í þorpið sitt nákvæmlega, eða þó að þessi bara í heimsókn þó að þessi bara að, þú veist, að komast inn í landið, þú veist, við erum að tala stærsti hluti þessi 7-8 milljónir sem mega ekki snúa heim ekki bara mega ekki, þú veist, búa heim, heldur mega ekki koma inn í landið og bara það að, þú veist, að hafa þú veist, getu eða þið geta bara farið heim þó að sé bara í heimsókn það má ekki og það er nóg til að útrýma þessi ljóta hugmyndin sem heitir sionisma í Palestínu. Það er bara að vera á svæðinu þó að sé bara í 5 daga eða helgarferð þau mega ekki. Ég á frendur sem mega ekki að fara heim. Þú mátt fara? Ég get farið, já. Það fyrir þú íslenskur ísborgari? Nei, reyndar ekki, en þú veist, ég er búin að ná að halda réttindi mín þar. Þannig að þú þurftir ekki að yfirgefa. Já. Ég er ekki ríkisborgari rétt, eða þú veist, ég er ekki með ríkisborgari rétt í Palestínu, Ísrael. Ég er með svo kallast bara tímabundið dvalarleyfi í Jerúsalem frá Ísraelum. Sem þú færið og getur endurnýjað eða? Já, ég fæ. En á hverju munur á þér og frænduðinu sem að geta ekki komið tilbaka? Af því það er búið að taka þetta af þeim. Þið getur ekki tekið af þér? Já, þið geta gert það. Þið geta gert það. Ég fer reglulega og býr þar í ákveðin tíma eða stundum óvissan tíma til að endurnýja. En af hverju fórst þú frá Palestínu? Ég tók ekkit mikið þátt í því, en já, mamma... Þetta sendur í burtu? Ég var sendur í burtu, ekki af Ísraelum þetta skipti, en þetta var mamma mín og... Sem er í æðsta yfirvald. Stærsta, hún var að reyna, verja mig, eða þú veist svona, það var komið, byrjun á setni félagskap? Nei, þetta er besta félagskap sem ég var í. Þetta var setni intifada og það var allt í svona það logaði allt og ég á bróðir sem er eldri en ég 2 árum og hann hefur verið í, þú veist, andspyrnu
og hann var eftirlýstur þú veist þegar þetta gerist þarna 99 og svo mamma sjá það að ég að fara þú veist að lenda í það sama og annarkvort í fangilsi eða drepinn eða myrtur eða eitthvað af Ísraelum, ekkert glæpagengi neitt. Þannig hún tekur ákvörðin að bara senda mig í burtu til Íslands, alveg lengst í burtu. Þú vildi ekki missa báða drengina? Hún vildi ekki, já. Hvað, bróðin hann á lífi? Hann á lífi. Já. Hann, komst ekkit með mér, hann átti að koma með mér, hann komst ekki og bara, það var, hann var meira að segja kom með dvalarleyfi hérna á Íslandi eins og ég og planið var að koma saman en komst ekki og var þar í 3 ár, 3 ár, eftir 3 ára ég fór að hann var handtekinn og var dæmtur í 28 ára fangilsi en slapp í samningin 2010 eftir 10 ár í fangilsi. Og hefur það verið frjáls síðan? Já, frjáls en útlaður. Hann fekk ekkert að vera í Palestínu. Nú, hvað býr hann? Hann í Belgíu. Já. En þegar þú komst hingað, þekktur fólk hér eða? Já, ég átti frenda Salman hitinn og hann bróðir mömmu og ég þekkti hann bara. Svona, sem vel tengdur inn í bæði palestínsk samfélag og raunverulega Íslands samfélag. Já. Hann var mikil drifkraftur í félaginu Íslands-Palestína og tók þátt í íslenski pólitík og alls konar hlutum. Já, hann var mjög virkur. Þannig þú hefur notið þess að tengjast inn í Íslands samfélag. Já, hann var mikið hjálp í því. Já. En þú hefur farið líka og búið í Palestínu? Já, mörg oft. Ég fór fyrst, ég kom annað til Íslands 1999 og svo fór ég fyrst 2002 og það vildi ég ekki koma aftur og bara settist að í Palestínu og kom mér í vinnu og svo gerðist það aftur, mamma sendi mér aftur og man ekki hvenær var seinni skipti, 2004 eitthvað svoleiðis, ég reyndi það aftur og gerði mamma nákvæmlega sama. Svo síðast fór ég til að búa það var 2012 minni mig eða 13 og svo kom tilbaka 2015 til Íslands og ég búin að vera hér síðan. Heldur þú munið flytja aftur til Palestínu? Það gamall maður þar? Stefnan. Helst sem fyrst. Já. En eins og þú segir, þú veist að skjóta rætur og annað, það hann náttúrulega ekki eins auðvelt þegar maður nýkominn. Já. En núna horfum til Gaza sem eiginlega bara rústir. Hvar munu Palestínumenn fá stuðning til þess að endurreisa það? Ég held að við erum búin að sjá það síðustu 15 mánuðir. Fólk út allan heim alveg bara tilbúin að gera hvað sem og styðja og styrka bara alveg sama hvaðan. Það er bara einstaklinga og frjálsfélagasamtök. Já, náttúrulega, þú veist, ríki ekkert að, þú veist, bunga út frá, þú veist, ríkinu, þú veist, allt, ríki frá einstaklinga, eða þú veist, fólk í landinu, svo líka náttúrulega fólk á landinu, eða þú veist, fólk út allandi heim að styðja og styrka. En jú, það náttúrulega, Arabaríkin ekki fátækir og eins og við vitum öll og þeir myndi taka þátt í þessu og svo Bandaríkin var búið að lofa því líka að taka þátt. Ég veit ekki hvort það verður og hversu mikið en í rauninni Ísrael ætti að borga brúsan. En nú stundum talað hérna á Vesturlöndum að fólk sem hefur lent í svona stríðsskaða eins og við getum rétt ímynda okkur að vera kannski, segjum bara 8 ára drengur eða stúlka á Gaza undanfarna 15 mánuði. Þetta bara, fólk mun bera þetta með sér alla sína ævi. Já. Þessi kúun og svo langvarandi kúun sem að þú þekkir. Hvernig leikur þetta
samfélag hefur palestíska samfélagið getur til þess að einhvern veginn heila þetta með einhverjum hætti eða það að tala erum við nóga margir sálfræðinga eða eitthvað svo ég er ekki til að fylgja með sálfræðing og stundum það bara einhvern veginn samfélagið sjálf sem getur gert þetta Jó, þetta náttúrulega samfélagið það náttúrulega það sem við hefum heyrt þetta oft að það sem brýtur þig ekki gerir þig sterkara og samfélagið í heild einhvern veginn byggt þannig að hjá okkur í Palestínu það er stolt að vera móðir myrtan dreng eða fólk í fangilsi samfélagi tekur utanum þig kannski svipa á Íslendinga þekkjum að vera sjómannsekja eða hafa mist son sinn þá var borin svona tiltekin virðing fyrir því þekki það úr Hafnarfirði? Já, einmitt, það er nákvæmlega svona og það er náttúrulega miklu sterkari og stærri, það er náttúrulega, og það hefur virkað í 76 ár. Og það var, ég má halda áfram með þetta dæmi að til dæmis í Hafnarfirði þá var byggt upp dagheimili fyrir sjómannsekkjur til þess að þær getu unnið. Þannig það er svona eitthvað fyrirbrigði í samfélaginu sem að ber virðingu fyrir þessum missi sem að fjölskyldan leggur fram fyrir okkur öll. Já, það er það sem ég var eiginlega að meina. Já, þannig, hvert einasta líf eða þú veist, alveg saman hvort þessi myrt eða serði eða sett í fangilsi þetta er forn fyrir alla. Þetta er ekki bara fjölskyldan eða við lítum að þetta hann var að gera þetta fyrir okkur þannig við verðum að gefa tilbaka og sína stuðning en eftir sem áður ber fólk sín eigin sár þetta er ekki létt þetta er langt frá því að vera létt og ef við fyrir lengra þá hefur maður heyrt að svona Vesturlöndum að sagt svona að fólk frá Palestínu ef það kemur hingað þá kemur það með svo mikil sár á sálinni að þetta er næstu talað um þetta sé ónýtt fólk svo kannast þetta hvað segir við ykkur slíku þegar fólk segir að það er eiginlega fólk sem er búin að fara í gegnum þetta að það er eiginlega, það mun ekkert fungera Þetta er bara ónýtt Já, þú kannast við þetta Jú, ég kannast við þetta ég sjálfur og fleiri sem ég þekki þetta kemur frá fólk sem er svona vill ekki fá okkur og þekkir ynga sem er frá Palestínu og svo en fólk sem þekkir fólk frá Palestínu fólk sem ég þekki og búin að þekkja í mörg ár og svona og kynnist einhvern annan palestínumaður sem er nýrri palestínumaður sem kemur að annarkort var særður eða misti fólk eða eitthvað svo lesi og kemur til mín bara ég bara skil ekki hvernig er hægt að vera búin að lenda í þessu allt saman og vera hressari og meira gefarandi heldur en ég þetta er náttúrulega það er styrkur í þessu maður fer ákveðin styrk þegar maður lendur í svona og samfélagi eins og ég sagði við erum byggt upp þannig að þetta er svona þetta græra einhvern veginn sjálft þetta græra aldrei en maður verður bara sterkari að þessu það er verið endalist að segja mér að þú verður að fara og hitta einhvern og tala við og eitthvað svo lýsi bara, já ég er endalist að tala við fólk þegar mér líður vest þá hringi ég út í Gaza á meðan þetta stóð þegar mér líður vest og ég er alveg handónýtur og ég er alveg að fara í gulninu svona þá tek ég tóli og hringi einhvern á Gaza þá fæ ég styrk sem stendur vel að miklu verð en þú og hann gefur þau von hann gefur mér styrk ekki bara von heldur bara ég fæ svona bara búst frá þeim þetta er ótrúlegt og þetta er lygilegt en þetta er svona Heldur að palestíska þjóðin með því að hafa gengið gegnum þetta að sé kannski orðin góð í því að standa svona raunir? Já, það er bara það er búið að brýna sig miklu meira þetta er svona sterkara af þessu einhvern veginn og hressari það er ekki þannig að þessi hörkulegra fólk að því að þetta brinjað við erum bara fólk og svo þegar það kemur matur og allir bara að borða og þá verður þetta kannski líflegra samfélag heldur en hjá okkur sem höfum ekkert óttast
Já, það náttúrulega, já, við hefum, þú veist, við sem svona öryggir hér, við hefum alltaf óttast í rauninni. En þegar þú hefur ekkert að tapa, þú hefur ekkert að óttast. Og það segir ekki að þú ert einhvern brjálæðingur sem bara, þú veist, ekki hægt að nálgast eða eitthvað svoleiðis, heldur bara, þú veist, maður tekur þetta bara og verður þakkláttur fyrir því hvað sem og fyrir lífið, veist. Við elskum lífið. Ég held að þessi Palestínumennir elska lífið mest af öllum þjóðum. Og það sést núna, ég veit ekki hvort það er búin að vera að horfa á myndbönd sem koma út frá Gaza, veist, þetta er snar. Það er bara eins og stort brúðkaup á Gaza. Veist, það ennþá vera að taka lík undir rústum, það er búin að finna 10.000 bara í dag. Já, í gær og í dag, veist, það komin 10.000 lík sem voru undir rústir. Og það er bara stór hátíð, það er bara veisla. Ætlaðu þú að fara til Palestínu? Já. Ættu planið það? Það er planið, já. Það er núna bara janúar, febrúar. Já. Og þú sér þessar myndir að fólkina fagna, að það langaði að vera þarna að fagna? Já. Ég var yrðalaus í gær. Ég bara, þú veist, alveg síðan á miðvikudaginn, ég vissi ekki hvað ég átti að gera við mig, sko. Og veist, ég bara þarf að vera með. Ég þarf að vera viðstaddur, þú veist, svo fangaskipti sem í gangi, fullt af vínum mínum sem að sleppa út og ég bara, sumir að fá að vera heima og sumir vera útlaðir og ég var ekkit yrðalaus, ég ennþá yrðalaus, ég þarf að vera með, ég vil vera með. Ég get sagt til hamingju. Takk, sem leiðis. Þetta sigur allara. Til hamingju. Takk. En næsta dagskrá hér á Rauðaborðinu eitthvað allt annað. Við skulum bara kíkja yfir í næsta kafla. Ertu á leið heim úr vinnu? Stiltu á FM 89,1. Já, komið í sæl og blessuð. Við ætlum að ræða framkvæmd kosninga, fúsk við framkvæmd kosninga og úr fúski getur verið stutt í spillingu. Kristján Sveinbjörnsson, hann kom í viðtal til okkar við Rauðaborðið hér fyrr í þessum mánuði og þá ræddu við stöðuna eins og þá var uppi vegna margvíslegra brotalama sem komu upp í síðustu kosningum og líka kosningunum þar á undan, þingkosningum þar að segja. Hann hefur nú tekið saman minnisblað, hann Kristján, sem umboðsmaður framboðslista Samfylkingarinnar í Suðvesturkjördæmi, semst fyrir kosningarnar 30. nóvember síðastliðin og hann hefur áður verið umboðsmaður fyrir sama lista í sama kjördæmi og í þessu minnisblaði koma fram ýmsir alvarlegir ágallar. Í bókun sem Kristján hefur sendt okkur hér á samstöðinni, við höfum komist yfir, segir umboðsmaður leggur fram minnisblað með 12 athugasemdum aðalega snúa að talningu atkvæða í Suðvestur kjördæmi. Alvarlegasta athugasendin snýr að rangri atkvæða niðurstöðu kosningana en svo virðist sem vanti 89 atkvæði sem talin voru ógild af yfirkjörstjórn en umboðsmenn telja þau gild. Þá eru fjölmargir aðrir annmarkar nefndir sem sumir tengjast óskýrum og gölluðum kosningalögum, svo sem að frambjóðendur og þingmenn úrskurða sjálfir gildi sinna eigin atkvæða. Hvar ætli það gerist á öðru byggðu bóli? Kristján, þú ert komin hér til þess að ræða þessi mál svona, aðeins ítalegu marki eins og 50 mínútna viðtal býður okkur upp á en takk fyrir að sinna þessari vinnu og þetta náttúrulega byrjar ég ræddi við þig hérna í síðustu viku þá vildi ég fá þig aftur hér að Rauðaborðinu eftir það sem þú hafðir síðast en þá sagðistu vilja bíða eftir skýrslu landskjörstjórnar og hún liggur nú fyrir byrjum bara þar, var eitthvað í skýrslunni sem að svona þér fannst hvít þá sem að ættu ekki að standa sér betur við framkvæmd kosninga? Já, takk fyrir að bjóða mér. Það er gaman að spjalla þetta eða fróðlegt að skoða þetta og
Já, nú hefur skýrsla landskjörstjórnar komið fram, 60 síður, tók smá tíma að lesa þetta. Já, mjög mikið gagn. Mörguleiti góð skýrsla, en það farið í kringum heitan eld, allstaða það sem gæti, niðurstaðan gæti breytt atkvæðafjölda og líklega þá breytt þingmanna, stöðu þingmanna. Já. Og það þarf í raun ekki nema 4 atkvæði til þess að breyta, svo skrítið sem það 4 atkvæða breyting í Suðvesturkjördæmi hefði mögulega breytt niðurstöðu kosningana í Reykjavíkskjördæmunum báðum. En ekki Suðvesturkjördæmi. Þannig að það mjótt á mununum og svo eru ágallar á skýrslunni og sérstaklega varðandi þessi frægu ágreiningsatkvæði 89 eða partur af þeim og ef ég nefni það, þá það þannig að hérna, þessi 89 atkvæði, þá voru 24 atkvæði sem voru utan kjörstaðatkvæði og þau voru þannig að það var kosið einhver listi og síðan var frambjóðandi sama frambóðs, bara í öðru kjördæmi, skrifaður inn á séðilinn og strikaði yfir hann. Þannig að hérna, fólk sem var að kjósa til dæmis í Suðvesturkjördæmi var ekkert með á hreinu hver væri frambjóðandi í Suðvesturkjördæmi og kunni ekki við einhvern frambjóðanda í sama frambóði var annar staðar og vildi strika yfir hann og gerði það með þessum hætti því að það má en svo segja það má ekki vera aðili utan kjördæmisins og hérna landskjörstjórn fjallaði um þetta og hún vitnar í lagagrein sem á ekki við þegar við fyrir að skoða það 100. grein kosningalaga mögulega á 104. greinin við en 102. greinin við og það þá það þá hugsanlega þessi klásúla sem ég segi ætla má að merki að áletrun og kjörseðli sé sett á ásettur ráði til að gera seðilinn aukennalegan. Það alveg klárt að skrifa einhver nöfn og strika yfir. Þú merkir ekki lista þannig því að það getur verið eins og í þessu tilfelli þá var einn frambjóðandi nefndu 12 sinnum og þú auðkennir ekki lista þannig. Það verið deilt það hvað auðkenni og að mínum að þetta auðkenni eingöngu það ef að við getum séð að þetta Jón Jónsson. Hann þarf að skrifa nafni sitt, teikna mynd af sér eða eitthvað slíkt. Auðkennir ekki einhvern hjarta eða blóm eða nafn og strikað yfir. En vitum við, Kristján, hvort sagan segir okkur að í einhverju kjördeild teljist atkvæði ógilt sem í annarri kjördeild myndi teljast gilt og atkvæðin alveg eins. Það alveg klárt. Alveg klárt. Þetta mismunandi á milli kjördæma. Og það það sem svo hrikalegt við þetta kerfi. Má ekki segja það? Jú, þetta svo matskent. Já. Og það fólk sem að velst til þessara trúnaðarstarfa sem að kemur úr svona ákveðnum hvað maður að segja, kimum samfélagsins, þetta eru svona kannski betri borgarar sem að veljast til þessara starfa og ólíklegri til þess að kjósa jaðar framboð sjálfir heldur en hérna aðrir. Já, einmitt. Það alveg klárt. Já. Og mér sýndist það að gölluðu seðlarnir væru frekar seðlar greitt þeim flokkum sem voru þá í minnihluta og eru komnir kannski meiri hluti í dag. Já, einmitt. Og þannig að það voru fleiri atkvæði ógilduð sem voru frá fráfarandi ríkisstjórnarflokkunum sem voru með meiri hluta í yfirkjörstjórnum og landskjörstjórn og svo framvegis. Já.
Það segir einhverja sögu. Það segir sögu. Já. En sko, svo ástæðan líka svo að menn vilja ekki rugga bátnum. Nei. Og sko, endurtalningar eitur í beinum þessa fólks, ekki satt? Já. Af því að hérna, þá kann að vera að fólk myndi færast til. Já, sko, endurtalningin eitt af þessum málum og auðvitað hefði átt að endurtelja bara á mánudegi, þriðjudegi eftir kosningar. Það ekki bara? Jú, það hefði ekki verið neinn spurning. En þarna ekkert endurtalningu í lögum, kosningalögum, þannig að þetta algjört geðþóttamat í fyrstu yfirkjörstjórna kjördæmisins. Umboðsmenn virðist ekki geta krafist þess að fá endurtalningu. Nei. Og svo fann landskjörstjórn þetta og hún treysti sér ekki til þess að úrskurða eða ákveða þetta. Og þá fær þingið þetta þegar þingið er farið að starfa og hérna búið að greiða þingmönnum laun og þú ferð ekki það þarf allavega stóra og öfluga menn, öflugt fólk til þess að segja, heyrðu, við endurteljum jafnvel þó að þingmenn detti út. Ef við verðum í ESB, væri eitthvað öðruvísi? Ég hef ekki heyrt þetta, en menn fullir að hérna, þingmenn sjálfur úrskurði, það búið að kæra þetta einu sinni, síðustu kosningar í Borgarnesmálinu og það fór til Mannréttindadómstólsins og það vannst þar og engin áhugi á að breyta þessu, en allavega ekki ennþá. Og svo erum við náttúrulega með sko, hérna, niðurstöðu Mannréttindadómstólsins sem flengir íslenska ríkið. Algjörlega. Eftir hérna, kosningarna fyrir 3 árum. Algjörlega. Og ekkert læru við. En skal beita vafasömu aðferðinu. Þeir sem kærðu hafa ekki heyrt hóstni stuðnu frá yfirvöldum út af þessu máli eftir runni málið. Það er nefnilega það. Og það segir sína sögu, en við vonumst til þess að verði breytingar og nú er nýtt fólk í brúnni og ég mun allavega beita mér hjá Samfylkingu til þess að hérna, breyta þessu, en þetta tekur tíma vegna þess að hluti af þessu er byggt á stjórnarskráni sem segir beinlínis að þingmenninni sjálfur úrskurði hérna, ógild atkvæði og kjör sitt eigið kjör. Og er það eitthvað sem að heyrir nú orðið til undantekninga eða þetta form í minnihluta í veröldinu? Þetta held ég veit ekki til þess að nokkuð staðar sko. Það sé hvergi nema hér? Já, þetta bara gamalt. Ekki einu sinni í Danmörku þar sem fyrirmynd okkar stjórnarskrá? Já, það löngu búið að breyta því. Löngu búið að breyta því. Það held ég megi segja að þetta ekki. Það yfirleitt dómstólar og við viljum sjá það þannig að það sé vantarlega Hæstiréttur sem taka þessi mál bara fyrir strax eftir kosningar og úrskurðum þetta og þannig þurfa lögin að vera. Mér finnst þetta alveg ótrúlega alvarlegir ágallar sem komið þá fram og niðurstaðan enga megin þannig að almenningur eigi að sætta sig við það því við erum með fleiri mál dæmis í Norðausturkjördæmi þar sem bara einhver kassi tapast og það er ekkert víst að við vitum af öllu því sem að komið hefur fram. Það hefur ekki verið mikil fréttavilji í minni 40 ára sögu sem blaðamaður, þá hefur ekki fundið fyrir því að establishmentið sé nú svona að segja okkur að fyrrabræði frá einhverjum ambugum sem uppkoma í kerfinu. Það vakti athygli þessi atkvæði fyrst í Kópavogi og þá var það Kópavogi sem kom fram með það. Ég hafði heyrt af þessu rétt fyrir jól, sendi þá strax fyrir spurn, fekk engin svör fyrir en held ég 10. janúar, þá voru liðinni 15 dagar og þá komið þeim með svör. Landskjörstjórn fjallar aðeins þetta mál og sýnir aðra sögu heldur en Kópavogur er með. Þeir segja að þar kemur fram að þetta séu 25 atkvæði en ekki 12 til 15 og það að pósturinn hafi komið með ábendinguna eftir að þeir fengu í fangið utankjörstað atkvæðin sem þeir fóru með á föstudegi og þegar þeir sóttu svo póst og fóru með póst til bæjarins á mánudegi að þá tókuðu bunkan og þá
þá fylgdu þarna 25 utankjörstaðarseðlar með og þeir sendu eða komu með ábendingu til landskjörstjórnar og þá fór boltinn að rúlla. En Kópavogur kom ekkert með þessa skýringu. Nei. Þannig að þetta svona svolítið athyglisvert að menn eru svona að færa sinn hlut svolítið. Já, þetta ekki til þess að auka trúveruleika. En hefði pósturinn ekki séð þessi atkvæði, þá býst ég við að þetta hefði bara lent í tætarunum, þessi atkvæði hjá bænum. En af hverju leiti kæra Framsóknar hann á sínum tíma ekki til endurtalningar? Það verður enginn þora að taka á þessu máli og nú er það of seint þannig, það er náttúrulega ekki of seint, eins og ég sagði á hann, það þarf stórt og öflugt fólk til þess að taka ákvörðun það að telja núna þegar búið er að borga þingmönnum laun í 2 mánuði og þingmennir eru búin að undirbúa sig og segja upp störfum og svo framvegis og þeir getur dottið út. Mér skilst að Brynjar Níelsson kæmi inn og einhverju fleiri ef að þannig æxlaðist, hugsanlega. Og Jón Gunnars myndi þá mögulega þetta út? Mögulega. Það sko þannig að hann er mögulega þarna á gráu svæðinu. Þannig að þetta er, nei, það er ekki þannig. Það er bara hérna Reykjavíkurkjördæmin sem það myndi breytast, milli suður og norður. Það myndi ekki breytast í suðvesturkjördæmi nema það kæmi 34 atkvæði til Framsóknar. Þá hefði ýmislegt breyst, þá hefði Sigurður Ingi dottið út og Willum komið inn og þá hefði sennilega hún Rósa dottið út með minnir, ég man ekki betur en hún sé uppbótarmaður. Og þessa utan vitum við ekkert hvað áhrif hefði orðið af jöfnunarkerfinu með atkvæðinu fyrir norðan til dæmis. Já, og við vitum ekkert hvað eru mörg. Nei, og ég er búin að senda erindi á landskjörstjórn og fara fram á það að fá upplýsingar hversu mörg þessi atkvæði eru. Það er athyglisvert að það vill lengin vita hvað mörg atkvæði þetta eru. Því að menn eru að svona þakka þetta niður dálítið. Þetta er ótrúlegt. Og ég býst við að það þurfi ekki nema erindi til sýslumanns, því að sýslumaður veit nokkurn veginn hver mörg atkvæði þetta eru. Þetta eru atkvæði sem voru greidd í Holtagörðum líklega daginn fyrir kjördag og fara í póstkassa, í kjörkassa þar og eru send norður. Og þetta gætu verið ég segi 100 atkvæða, mögulega 100-200 atkvæði. Væri mögulega hægt að tjekka þetta hjá sýslumanni eins og hann nefnir? Já, allavega svona nokkurn veginn. Það getur verið að einhverju hafi tekið, þegar þú kýst utan kjörstaðar, þá færðu atkvæði í hendurnar og þú getur sett þetta í kjörkassa, en þú getur líka farið með þetta og reynt að koma því sjálfu til skila. Og gæti hvaða borgara sem fengið svör við þessari spurningu ef maður myndi leggja sig fram við það? Ég veit það ekki. Nei. Ég er líka búin að kalla eftir því að þessu undirbúningsnefnd sem hefur hafið störf og Dagur B. er formaður fyrir. Ég er búin að fara óska eftir því að þeir finni út hversu margir seðlar þetta eru. Ég er ekkert viss að með vilji upplýsa það, en ég trú ekki að það verði gert, sko. Hefði þið verið betra ef undirbúningsnefndin hefði verið skipið einhverjum öðrum en þeim sem þegar eru þingmenn núna? Nei, það er ekki hægt raunverulega, því að þetta er þingið sjálf sem ákveður þetta í restina og þetta heitir undirbúningsnefnd að því að þing hefur ekki komið saman og þá koma þingflokkarnir sér saman að setja þessu undirbúningsnefnd og síðan er hún kosin formlega síðan kjörbréfanemnd eftir að þing kemur saman hann 4. febrúar og þá er fyrst hægt að taka formlega ákvarðanir. Núna er þetta bara að vinna sem þessi nefnd er að vinna, sko. Þannig að, sko, þetta er alveg fatal fatal stýring á þessum málum, sko, að þetta takir svona langan tíma og þingi sig á grauti í þessu. Já, og það er áhugavert, sko, þetta tekur langan tíma, þetta senkar því að þing komi saman, en samt er hvergi á allri þessari leið nein ákvörðun tekin sem að svona færir landsmönnum
eitthvað það sem við getum kallað bara sjálfsagt réttlæti. Já. Það er eins og þessi alltaf verið að reyna að finna einhverja leið til þess að tefja og réttlæta og útskýra af hverju valdið ætlar ekki að gera neitt. Já. En sko þetta bara leiðir náttúrulega hugan að mikilvægi nýrrar lagasetningar og jafnvel þá breytingar á stjórnarskráni eins og þú segir ekki satt. Það er ekki nóg með að geðþótti ráði og það vanti staðla og verklag og handbækur eins og þú bentir á hér í síðasta viðtali. Þú barst þetta saman við flug sem þú þekkir og það er alveg ólíkindum að sé ekki einhver kosningahandbók sem er stöðluð á milli allra kjördeilda. Þetta sé bara hips and haps og geðþótta hugur starfsmanna og geti verið pólitísk spilling á bakvið það. En bara sem sagt er ekki að skilja þig rétt að þú tellir mjög mikla þörf á nýrri lagasetningu og breytingu stjórnarskrárinnar. Jú, það er alveg komin algjör nauðsyn að breyta stjórnarskráni hvað þetta varðar ekki seinna en á þessu þingi og það breytist ekki fyrir en næsta þing eftir 4-5 ár kemur saman sem það gengur í gegn. En það er hægt að breyta kosningalögum á einhvern máta og ég sé nú ekki annað en það sé hægt að breyta kosningalögum á þann hátt að allavega hæstiréttardómarar fengju það hlutverk að gefa ráðgefandi álit þessi mál. Og svo náttúrulega að endurtalning sé gerð þegar þessir aðilar eða fari fram á það. Og hvort að það eru einn flokkur sem fer fram á það eða fleiri flokkar sem fari fram á það þá sé endurtalið og þá verður að gera það þannig að það sé ekki geðþótt ákvörðun heldur að það sé ekki alveg fyrir. Og það er ekkit stór mál að endurtelja því að það er búið að flokka og vinna atkvæðin þannig að það er ekkit gert annað en að fara yfir bunkana hvort að það sé kross á réttum stað og telja þessa 100 seðla bunka og það á ekki að taka langan tíma og síðan að skráða þetta í tölvu. Og það vekur athygli sem ekki hefur komið neinstaðar fram að það var sett í lögin að það þurfi að tvítelja sem er mjög gott þannig að það er núna tvítalið en það er ekki nema eitt gengi, tveir aðilar sem skráið inn í tölvu þannig að og það er ekki nema eitt sem skráið inn í tölvu þannig að geri sá aðili mistök þá kemur það hvergi fram og ég fór fram á það í Garðabæ þegar ég var umboðsmaður þar í síðustu kosningum að það yrði farið yfir þetta og það yrði aftur skráðin á tölvu og það var engin breyting en þá vorum við búin að uppfylla það að það væri allavega tvítalið. Sko kjarnin í niðurstöðum mannréttindadómstólsins sem sneri úrskurði íslenska ríkisins frá kosningunum fyrir 3 árum var að þingmenn ættu ekki sjálfur að hlutast eigið brautargengi og þetta virkar ósköp einfalt og skiljanlegt og manni fannst fyrri niðurstaða og manni fannst svona allt í kringum þessa nefnd og vera svona eiginlega hálfgert sýndar veruleika lýðræði og mjög einkennilegt hverjir voru að hlutast til niðurstöðu hverra að það kæmi ekki einhver svona utanakomandi aðili af því þú nefndir hæstaréttar dómara núna landskjörstjórn mun sjálfst segja við erum sjálf löglærð við vitum hvað við erum að gera en ber þetta að sama brunni og gagnrýnin frá mannréttindadómstólunum að það þarf annað embætti utanfrá til þess að skoða málun í kjölinn. Ég hef ekki lesið úrskurðin en svona það sem ég hef heyrt af því þá er það þannig að það á að vera annar hópur sem úrskurðar ekki tengdur stjórnsýslunni eða þingmönnum á nokkurn máta
og þá það einna helst annarkvort sér dómstóll eða þá að þeir dómstólar sem eru fyrirliggjandi og það væri held ég eðlilegast að það væri Hæstaréttur, það væri hérna ef það undirréttur þá væri hægt að áfrýja því. Það kannski í lagi ef að því væri skipta en Hæstaréttur er hæstsettastur og svo landsréttur sem væri líka gæti mögulega gert þetta en mér skilst nú að Hæstaréttur hafi frekar lítið að gera og Jón Steinar segir það. Já, þannig að hérna hann væri örugglega snöggur að úrskurða þetta. En með því myndi landskjörstjórn ekki lengur hafa stjórn á því hvort það er endurtalning eða ekki, hvort svo hrikalega staða gæti komið upp aðili sem að hefur verið úrskurðað þingmaður og jafnvel fengi laun sem þingmaður, það verður að kippa honum aftur úr sambandi og einhver annar kemur inn og það er þessi flækja sem að það er svona innbyggt í kerfið að reyna að koma í veg fyrir þetta vesen. Já. Landskjörstjórn er skipuð af þingflokknum og ég heyrði í gær að landskjörstjórn hafi verið kosin að nýju í nóvember áður en var kosið hér og þá var hún kosin til 4 ára sem er athyglisvert. Það er mjög áhugavert. Að hérna fráfarandi ríkisstjórn og fráfarandi meirihluti á Alþingi kýsir hérna landskjörstjórn til 4 ára kannski vitandi það að þeir tapa kosningunum og vilja hafa stjórnin á þessu. Ég tel, það er alltaf að nefna það að formaður landskjörstjórnar var svona, ég segi ekki engavinur fráfarandi forseta ráðherra, en kosningastjóri eða hérna réttara sagt í kjörn, var yfirmaður prófkjörsins hjá Sjálfstæðisflokknum. Kristín Edvald. Já. Mjög tengd Sjálfstæðisflokknum. Hún er mjög tengd Sjálfstæðisflokknum. Vinkona Bjarna Ben. Já, alveg klálega og innsta hring. Og það finnst mér ekki kannski alveg svona til hérna fyrirmyndar. Þó að það sé kannski ekki ólöglegt, en þá ætti að vera einhver öflugur formaður sem er ekki svona alveg beintengdur flokkunum í dag. Við höfum stundum sendt fólk út fyrir landsteinana til að fylgjast með framkvæmd kosninga í spilltum ríkjum. Af hverju er ekki einhverjir erlendir hlutlausir aðilar að fylgjast með framkvæmd kosningana hér á Íslandi með þetta sem við erum að ræða, alvarleika þess? Það er klálega, það er bara ekki viljið til þess. Og það voru uppi hugmyndir það að það er einhver kosningaeftirlit hérna, en það er náttúrulega þessi kosninga bara svo brátt að það hefur líklega ekki náðst og ekki heldur vilji. Ég sá vitnaði grein sem Ingibjörg Sólrún viðtal við hana mjög nýlega, þar sem hún vakti athygli á því að stofnunin innan Evrópu bauðst til þess að aðstoða við endurskoðun á kosningalögum fyrir 3 ári síðan en það var afþakkað og það var ráðgjöf sem hefði verið ríkinu á kostnaðarlausu algjörlega en það var afþakkað, þannig að menn vildu ekkert láta erlend aðila sem við erum kannski aðilar að eins og hérna Evrópudómstóllinn hjálpa okkur við að gera lögin vel úr garði kosningalögin svona eðlileg. Það er ýmislegt í kosningalögum sem er athugunarvert allavega. Já. Þetta er svartur blettur á okkar sögu. Við vitum nægilega mikið núna til þess að geta staðhæft að svo sé. Af því að þú ert búin að vinna svo mikið í þessu og þetta hefur verið hugstætt, ekki bara núna síðustu mánuði, heldur hérna í all nokkur ár. Telurðu líkur á að skipan þingmanna bara í lýðveldi sögunni allri,
hún hefði geta orðið tölvert frábrugðin því sem reyndin hefur verið og hérna telurðu augljóst að líkurnar séu með þeim í liði sem að telja að þetta hafi frekar komið hinum svokölluðu valdaflokkum betur en hinum flokkunum, og þá meina ég Framsóknarflokki og Sjálfstæðisflokki. Já, ég held að hérna ógilding þessara ágreiningsatkvæða hafi komið valdaflokkunum til góða. Hvort það hafi breytt niðurstöðinni get ég ekki fullyrt, en ég tel að endurtalningin og öll þessi atkvæði sem komist ekki til skila að það séu mun meiri líkindi en ekki að það hefði breytt niðurstöðu kosningana og það hefðu ekki verið sömu þingmenn sitjandi á þingi og eru komnir inn á þingi í dag. Og en það þó ekkit víst að það hefði breytt fjölda þingmann á hvert flokk. Það þarf meira til en að færa til þessa uppbótamenn, eins og ég segi 4 atkvæði hefði getað breytt þeim. Þannig að ég svona vil telja að það séu mikla líkur á að niðurstaðan hefði orðið önnur, jafnvel þó að þessu utankjörstaðaratkvæði hefði ekki verið talin sem týndust, og ef að þau eru talin þá tel ég að bara allverulega líkur til þess að það hefði verið önnur niðurstaða. Maður hefur sko tekið eftir því að Íslands stjórnvöld þau eru ekki með sama lýðræði skilning og önnur ríki í kring að þegar uppkoma brotalamir í nágrannaríkjunum þá yfirleitt reynt að laga traust á milli almennings og stjórnvalda ef það hefur raskast. Mjög oft er reynt að laga þetta traust með skilyrðislausri og tafarlausri afsögn ráðamanna sem skýtur upp á bak. Og með því að viðkomandi hefur þá sagt af sér og einhver nýr kemur í staðinn, þá eru meiri líkur á að það skapist nýtt traust og betra traust. Hér vitum við að ráðherra getur framið 10, 15, 20 brot sem öll þættu afsagnar ástæða í Skandinavíu, en hann getur komist upp með það að leika sinn leik hér án þess að segja af sér. Er þetta hluti af einhverju svona kúltúr að almenningur og athugasemdir almennings það á aldrei að hlusta á íslenskan almenning þegar uppkoma árekstrar á milli vilja almennings og yfirvalda? Ég held að það sé alveg rétt hjá þér. Það þarf hugarfarsbreytingu hjá efsta laginu, alveg klárlega. Kannski hefur þá orðið með algjöru endurnýjan á ríkisstjórninni, við skulum vona það. Það er ekki komið í ljós ennþá. En ég heyri á dómsmálaráðherra hefur aðeins tjáð sig það að það verði að breyta reglum varðandi utankjörstaðaratkvæðin, og þá er búið að segja mér að það sé frekar lítið mál að svindla í kosningunum með utankjörstaðaratkvæðunum. Og það var eitt sem benti mér á það að það væri sko í raun ekkert mál að búa til umslag, þetta ystaumslag og fylgibréf og þá þyrfti bara að útvega kjörseðla og þú getur farið, eða það getur einhver hópur fólks farið og kosið 10 skipti hver utan kjörstaðar og búa til seðla, þannig að það er lítið mála að svindla á þessu. Brotavilni fyrir hendi. Og í kæru sem liggur fyrir, það eru 2 kæru sem liggja fyrir núna, að þá er þessi leið 10. Og vakin athygli á því. Ég sá engin merki þetta í þessum kosningum, en maður veit það ekki. Og það væri hægt að komast hjá þessu einfallega með því að hafa
hvert kjörseðil rekjanlegan þannig að hann yrði skráður númeraður og skráður inn í eitthvað tölvukerfi. En hvað með rafræna kosningu bara? Já, það örugglega framtíðin. Það eru 2 ástæður fyrir því að menn telja að rafræna kosningar sem hafa stoppað það annars vegar það að þú ert ekki, ef þú kýst heima þá getur þú verið með maka eða afkomanda eða einhvern tengdan fjölskyldunni sem stendur yfir þig með hún kýst. Þannig að það ekki leynilega kosningar, þú getur ekki tryggt leynilega kosningar. Þú getur lagað þetta með því að hafa tölvurnar á kjörstað. Þannig að þú farir og kjósir á kjörstað í tölvu. Hefur einhver þjóð tekið upp svoleiðis system? Mér sagt það að einhver þjóð hefði tekið upp þetta. Ég hef ekki kynnt mér það, en allavega þessar kosningar eins og menn gera gjarnan í Sviss alls konar mál, svoleiðis kosningar, að það sé gert í tölvum. Svo hitt atriðið að það hægt að brjótast inn í tölvur ef að það eru tengdar á netinu. Þannig að það hægt að leysa kerfið fullkomið kannski. Nei, en það hægt að leysa það með því að hafa bara kerfið alveg lokað. Þannig að þú ert með lokað kerfi. Í mitt mat þetta framtíðin, en það þarf að vinna þetta og það ekki allavega séð fyrir endan á því. Nei. Sumir klæða sig í bestu fötin og setja bindi kallar og konur fara í draktir og svo þetta svona hátíðarstund líka að labba niður í ráðhús að hvert fólk fer og kýs, en það náttúrulega hægt að fara bara inn á bað og klæða sig í fínu fötin þar og labba svo inn í stofu og gjósa. Já, en þá alveg klart sko, þá menn að fórna leynilegum kosningum. Það gerur ekki nema hafa tölvurnar á einhverjum afmörkuðum stað. Nei, en eftir stendur að við verðum að geta treyst starfsfólkinu okkar og við verðum að geta treyst trúnaðarmönnum íslenska ríkisins og bara svo ég fái það aðeins skýrar frá þér finnst það gjörsamlega út í hött manneskja sem þú væntanlega réttilega segir að sé tengd vinkona Bjarna Benediktssonar og kaf inn í Sjálfstæðisflokknum að hún í annað skiptið í röð eftir mjög umdeildar þingkosningar á hún bara að segja á sér. Kristín? Já, hún á ekki að vera formaður þessara nefndar í það minnsta. Formaður gegnir líki hlutverki og þannig að mitt mat það að hún eigi ekki að vera þar í það minnsta, en þetta er bara skoðun. Með því að hún myndi stíga til hliðar núna, því að þetta náttúrulega síendurtekið fúsk á mörgum vígstöðum, 2 kosningar í röð, með því að hún myndi stíga til hliðar og annar aðilir skipaðar í hennar stað, þá kæmi kannski vísir að þessu endurnýjaða trausti sem ég var að tala um að nágranna þjóður okkar leggja svo mikið upp úr að sé í lagi. Að við getum treyst í næst þegar verður blásið til kosninga að allrar varúðar verði gætt, að vilji okkar lýðræðislegur, að allt starfsfólki sé með okkur í liði með það að lýðræðislegur vilji okkar heilagur, hann komist á endastöð. Fyrir 3 árum síðan þá voru gerðar alvarlegar athugasemdir við kosningarnar í Kraganum, þarna áður. Sumt var lagað, en alls ekki allt. Og ég stóð að því ásamt fleirum að gera athugasemdir við utankjörstaða atkvæðagreiðsluna sem var hérna á höfuðborgarsvæðinu og það var beinlínis átök við fulltrúa sýslumanns þar. Var það? Já, og bara, tiltölulega hörð og við gerðum alvarlegan athugasemd. Hvernig lýstu þau sér þessi átök? Það var sérstaklega hvað varðar utankjörst, það var hvað varðar kassana og svo var í sveitarstjórnarkosningunum á eftir þá var kannski meiri átök að því leyti til að það voru auglýsingar á skiltum eða skilti sem sáust alveg inn á kjörstað og fulltrúi sýslumanns vildi ekkert gera í því. Og síðan voru gerðar athugasemdir við það
að það lá ekki fyrir hvaða lista væri framboði í öllum sveitafélögum landsins og við töldum við töldum skylt að það lægi fyrir á blöðum, hengt upp á vegg eða skylt eða einhver staðar þannig að fólk geti séð til dæmis að í Garðabæ væri þessir og þessir flokkar og það var ekki gert þrátt fyrir ítrekanir með þetta en fólki var sagt og okkur var sagt þið bara googlið þetta í símónum ykkar og og þannig var það og nú get ég sagt þér sögu hvernig þetta gerðist í Garðabæ ef þú googlaðir hvaða framboð voru í Garðabæ þá kom upp síða frá sveitafélaginu það sem sagði að Sjálfstæðisflokkur var með D, Framsóknarflokkur F og Garðabæjarlistinn S og ástæðan var svo að þessi auglýsing var gömul var frá þeim tíma þegar Garðabæjarlistinn kom fram fyrst og þá hafði Alþýðubandalagið verið með G-listan áður og og þá fékk Garðabæjarlistinn S í staðinn og þessi auglýsing kom bara poppað upp fyrst. Hvenær var þetta aftur? Þetta bara síðustu kosningu. Þetta bara, já. Já, en svo fór fram kosningin og og þá vantaði Garðabæjarlistunum 10 atkvæði upp á að þeir fengið 3. mann kjörinn á kostnað Sjálfstæðisflokksins. En þá komu 14 atkvæði merkt S. Nei. Jú. Þannig að það má alveg segja að þeir sem voru að kjósa þarna S höfðu líklega googlað og séð þetta. Já. Og þarna munur klárlega svo voru einhverju 5 eða 6 seðlar merkti vaff en það skipti ekki kannski máli. Nei. Og við gerðum athugasemd þetta og það var talið aftur í Garðabæ og það var uppi fótur og fitt í þegar þetta uppgötaðist með það ef þú googlaðir og fékkst upp S fyrir Garðabæjarlistan en það í lögunum ekki hægt að kæra þetta og neitt máta það engin kæru nefnd til þess óskurðum þetta eina leiðin sem hefði verið hægt að fara hefði verið hægt að fara í mál og kæra þetta til dómstóla og þá hefði kosningarnar eingöngu verið ógildaður og þyrfti að kjósa upp á nýtt og svo til þess að kannski að bæta við að þú getur sagt að S ekkit Garðabæjarlisti núna og það bara stendur en þá fordæmi Kvennalistin var einu sinni með vaff-lista svo komu Vinstri grænir og þeir vildu fá vaff-lista vaff-stafinn en fengu ekki og fengu U og í fyrstu kosningum Vinstri grænna þá var U en eitthvað var þetta vandamál þannig að landskjörstjórn þess tíma gaf út yfirlýsingu til allra kjördæma að kjörseðlar utan kjörfundaseðlar merktir vaff yrðu teldir sem U-seðlar þannig að þarna var fordæmi vissulega og búið að gefa það þannig að það var alveg klárt að þessir S-seðlar hefðu átt að teljast til Garðabæjarlistans og þeir fá 3 bæjarfulltrúa en það var ekki þannig að jafnvel þótt að sé fordæmi þá að gengi framhjá þeir og það var bærinn sjálfur sem ákvað það og það þá meiri hlutin sem voru þá sjálfstæðismenn eða eru sjálfstæðismenn sem ákvaðu það að það verði ekki hreyft við þessu því að þá hefði þið tapað manni
hafur ekki verið sérstakur vilji til þess í Garðabænum að auka hlut samfylkingarinnar á kostnað sjálfstæðismanna. Ekki sérstök svona mórölsk tilning í efri byggðum samfélagsins þar. Og Garðabæjarlistinn bara taldi það skaða sig að fara í málarekstur og fella þetta og láta telja nýju sko. Nei, ekki láta telja nýju, heldur kjósa nýju. Já. Ef einhver að velta því fyrir sér akkur ég virka svona brosandi yfir þessu ömurlega umræðefni þá ætla ég að upplýsa það fyrir ykkur hlustendur og áhorfendur að ég bara hugsa það sem að fram kemur í bókinu minni spillingu, besti vinur aðal. Það er ýmislegt sem haldið fram þar sem að ég sé ekki betur en að sé að fá aukna stóð sé að raungerast hér í þessum upplýsingum sem að koma fram í þessu spjalli. En Kristján Sveinbjörnsson, ég þér mjög þakklátur fyrir að þora að segja þína meiningu og þá vinnu sem að þú hefur lagt í þetta allt saman. Þetta ólaunuð vinna að vera umboðsmaður stjórnmálaafls og öll svo mikla vinna sem að þú hefur sett í þetta, þú ert ekki þykir en tekjur fyrir þetta. Nei, engar. Hvað er þetta? Hvað er ykkur áfram? Fjölskyldu lífinu og fyrir hugsjónina. Já, það er hugsjón. Jú. Já. Er það löngunin að bæta samfélagið? Já, það er eitthvað sem dregur mann áfram í þessu. Einmitt, við þurfum að muna það að þannig að hellingur af fólki sem að gengur fyrir þessu, þótt nýfrjálshyggjan segja okkur að við séum öll svo gráðug og eigingjörn að allt sem við gerum stjórnist bara af eigingjörnu hvötum. Það er ekki rétt. En Kristján, kærar þakkir fyrir komuna og sláandi upplýsingar sem að hér koma fram. Og úr þessu förum við yfir í aðra sálma. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér er Morgan. Vertu velkomin. Meðstofnandi í rétti barna og flótta. Já. Það er auðvitað mikið að gera hjá ykkur þessa dagana. Við höfum fylgst með auðvitað mál Jasans og þetta mikla athygli hérna á síðasta ári og svo var það Emma litla sem að núna fyrir nokkrum dögum fekk svona framlengingu dvalarleyfis. Hvað kannski bara svo við byrjum á byrjuninni, hvað er réttur barna og flótta? Réttur barna og flótta er í rauninni félag sem að reyna að fá réttindi barna og flótta virt á Íslandi samkvæmt það sem barnasáttmálinn eru að í rauninni krefjast. Við sjá rétti barna og flótta, við vorum bara að sjá að fullt af börnum á flótta voru í rauninni meðhöndlað sem farangur foreldrar. Oftast í mál þeirra þau voru valnefnd og við ákveðum að í rauninni styðja börnin með því að fjármagna lögfræðingakostnaði fyrir mál þeirra og líka styðja foreldra félagslega til að hjálpa foreldra að hjálpa börnin í tímabili sem er mjög erfitt. Börn sem eru að koma til landsins og eru að sækja vernd eru að búa í óvissu í mjög langan tíma og við erum að sjá mikið kvíða, mikið þunglindi sem er að byggja upp á meðan fyrir að bíða og þegar fyrir að fá fyrsta synjun er oft þetta alltaf versna. Í raun, já. Svo það er... Hvernig er þjónustunni háttað fyrir þessi börn sem eru í þessari viðkvæmu stöðu og eru til dæmis farin að finna fyrir kvíða og annað? Ég held að það sé ekkert gert nema foreldrar sé að krefjast aðstoð og í rauninni oftast það er ekki einu sinni nóg fyrir foreldrar að segja að börnin líða illa. Oftast foreldrar sjálf eru í mjög vondu
vondu stöðu og geta lítil gert sjálf fyrir sjálfan sig og börnin gleymst. Það í rauninni, í allt þetta við erum að gleyma að foreldrar þegar þeir koma til landsins, þeir koma fyrst og fremst til að verja börnin sín og það kannski stundum mál að foreldrar gæti lífa af að vera samt tilbaka en börnin sem eru með eru að missa tíma í lífi sinni sem barna. Þeir eru að flækja á milli kerfi, þeir þurfa að læra nýtt tungumál á hvert sinn og það alltaf mikið óvissu hvað býður þeim í nýja landi. Stundum eru þau bara sendt til heimalandi í næsta. Það var fjölskyldu frá Somalíu sem var sendt til Kýpur sem komu einstæðmóðir með, ég held það var 4 börn. Hún var sendt frá Íslandi með nýfætt barn sem var ekki með gögn með sér til Kýpurs og það var hún ekki leyft inn í Kýpurs frátt fyrir að móður var með vernd. Fættist hér? Já, fættist á Íslandi. En að því barnið var ekki með gögna. Hún var ekki leyft í Kýpur og var sendt nokkra daga eftir beint til Somalíu. Svo það bara í rauninni þennan óvissu sem við viljum ekki sjá. Kannski lífið mjög erfitt í Kýpur en lífið í Somalíu fyrir einstæðmóðir bara óbærilegt. Það þetta ástæða fyrir því að fólk tekur og rótar upp lífi barna sinna og ferðast langa leið og við höfum auðvitað séð það margoft að Ísland og Íslenska ríkið það notar Dyflinnarreglugerðina eins og til dæmis að senda fólk til landsins sem og fyrir þau sem við ekki vita þá Dyflinnarreglugerðin þannig að ef að flóttamaður stoppar í öðru Evrópulandi og fer þar í gegn til þess að komast til Íslands þá má senda hann tilbaka þangað. Og þetta eitthvað svona sem á að vera svona nauðhemill en í rauninni misnotað af Íslenska ríkinu og það hefur verið ámynd fyrir. Já, mjög misnotað og líka fyrir börn sem eru fylgdarlaus börn. Í rauninni það var dæmi með Fatti sem kom sem fylgdarlaus barn. Það var í fjölmiðlum ámynd. Hann var 16 ára? Já, hann kom 16 ára og hann var sendt aftur til Svíþjóð. En í rauninni það var ekki sem fylgdarlaus barn, hann ætti að fá efnismeðferð. Hann var ekki kominn með vernd í Svíþjóð og það var ekki búin að staðfesta að fjölskyldu hans væri í Svíþjóð. Þannig að það hefði verið bara í mínum mati, það var bara einfaldlega ólöglegt að senda hann til Svíþjóð. En í skýrslu hans var sagt að í rauninni ef fjölskyldan hans finnst ekki þá væri hægt að senda hann til barnaverndar þar. Sem ekkert, það tengist ekki Dyflinnarreglugerð að semja að það sé í lagi að senda hann til barnaverndar. Sem fylgdarlaus barn, hann ætti að velja hvar. Ef hann ekki með fjölskyldu staðsvesta á annan land rægt fyrir hann að velja hvar hann vil fá efnismeðferð. Og hann var búinn að fá synjun í Svíþjóð nú þegar. En samt sem maður sendir Íslenska ríkið hann. Þessi börn og þetta foreldrar þeirra sem koma hingað með foreldrum, eru þau í einhverju sambandi við þau svona eftir eins og til dæmis konan sem var send til Somalíu? Nei, en fyrir miður, ég var ekki, það var mjög erfitt að hún átti mjög erfitt tengsl í gegnum netinu í flugstöð og það var aðalega vinkona hennar sem var í samband við mig. Sem sjálf með vernd og reyndi sem mest að senda henni gögna til að
að því barnið var ekki með upplýsingar fæðingu og svona með sér. Og þetta bara eitthvað sem að Íslenska ríkið klikkar á? Alveg. Og að treysta að það sé nú að móðir sem vernd svo allir myndi vera hleypt inn. Svo, já, það alveg, og það ekki fyrsta sinn. Það var fjölskyldu frá Makedóníu, Georgiu, sem var sendt úr landi fyrir mistu barn á Íslandi. Svo barnið þeirra ég bara í kirkjugarð. Þeir komu aftur og mamman fættist annað barn. Og endanum við fengum neitun að það var ekki nóg að vera með barnið hér í kirkjugarð. Svo við voru sendt til Georgiu nema barnið var ekki með gögna. Og hann var fyrst neitað að komast inn. En að því foreldrar voru frá Georgiu að endanum fengu þau að komast inn. En barnið fekk ekki neitt heilsuþjónustu. Og hann veiktist strax eftir vegna mengun og alls konar. Hann var með svepasýking og alls konar. Og þau áttu ekkert gögn til að í sína það var barnið þeirra. Og já, það tók mjög langan tíma fyrir þau að fá hann í kerfi. En þetta eru auðvitað mörg mál. Hvað núna finnið þið fyrir aukningu í þessum brottvísunarmálum og kannski meiri hörku? Eða hefur þetta eitthvað lagast? Það núna miklu meira orku og ég held að það mun fleiri sem hafa ekki einu sinni tíma til að ná í okkur. Núna synjun vegna vernd í Þriðja ríki mjög erfitt að breyta. Við erum það búin að breyta lög svo að ef ákvörðun kom innan 10 mánaða tímabili, það ekki lengur að krefjast efnismeðferð. Áðan það var ef barnið, ef fjölskyldan hefur verið á landi meira en 10 mánaða tímabili, það væri rægt að fá efnismeðferð en það ekki lengur svoleiðis. Núna fyrir að í rauninni að flytja sig að gefa ákvörðun fyrir 10 mánaða tímabili svo að það sé ekki lengur rægt að opna nýtt en fjölskyldan getur verið miklu lengri á landi og það það sem var nú þegar mótmælta raunveruleiki barna ekki gögn í stofnunin. Það í stofnunin. Það raunveruleiki barna hvenær þau komu, hvenær fyrir að fara. Að segja að fyrir ekki komin með rætur eða stöðuleiki á Íslandi vegna þess ákvörðun var gefins innan 10 mánaða tímabili bull. Lífið barn ekki að byrja að hætta með útlendingastofnun og kærunefnd. Það allt áfram og á meðan það svoleiðis og svo fyrir að bíða í óvissu fyrir brottvísun. Það í rauninni andlega heilsu barna sem að versna verulega. Og foreldra núna hafa ekkert von lengur. Svo heilsu farþeira að versna líka. Það bara bæði tengt. Oftast börnin skilja ekki hvað að gerast. En að því foreldra með kvíða, það bara það smitast og börnin finna fyrir og svona óvissunni inn á veggjum heimilisins eða þessum dvalarstað sem þau fá. Núna við fyrir miður getum við oftast sagt að það ekkert laglega sem við getum gert. Því það búin að lóka allt. Búin að breyta lögum. En hversu mörg börn eru þetta sem að þið eruð í sambandi við bara svona í einu mánuði til dæmis? Það núna síðan, ég myndi segja síðan í sumar, það ekki mörg. Við erum kannski með
4 fjölskyldur sem eru á hverju mánuði í samband við okkur. En oftast ég fer í gegnum gögnin og það fyrir miður ofta ég get ekki hjálpað. Og það búin að breyta verkefni okkar að það bara ekki von. Það komin bara svona ómöguleiki. Já, for fjölskyldur frá Nígeríu hafa ekkert von. Það búin að neita að það vandamáli í Nígeríu. Það bara arbitrary decision að allt í lagi í Nígeríu. Þrátt fyrir að flest konur sem koma frá Nígeríu eru þolandi mansals og eru með bara ræðilega sögur í Ítalíu eða annars staðar í Spáni og við erum samt að senda aftur þar. Við erum að neita að ástand í Evrópu ekki neita að það ekki í lagi. Við erum að neita að við erum sjálf búa til mansal. Það mansal á Íslandi. Eru þessi börn, fyrir ekki að grípa fram í, þessi börn sem að þið hafið svona verið með til meðferðar hjá ykkur og samtökurum og verið að skoða mál. Eru þetta börn sem að mögulega hafa lent í mansali eða það foreldrarnir? Nei, oftast það eru foreldrar og oftast börnin eru mjög ung og foreldrar vilja verja börn að vera það eru fjölskyldur sem hafa lent á götu og þau vilja verja börn frá bara erfiðleika á götu. Við erum líka með fullt af fjölskyldur sem eru að koma frá Gríklandi og það ekki alltaf mansal en það ofbeldi bara elsu ástand og bara heimilisleysi. Það var núna grein pappi sem fékk sonur sinn í gegnum Gríklands og hann var sagt að vera hann var fundið að vanræksla barnið sitt fyrir að fá hann sendi í gegnum Gríklandi á Íslandi. Pappi á Íslandi, hann fékk vernd og hann fékk sonurinn sinn að ferðast í gegnum Gríkland og frá upprunalandinu. Og hann var sagt að vera það var vanræksla. Það var litið á það sem vanrækslu. En svo við erum samt að senda fjölskyldur aftur til Gríklands. Einmitt. Og það þannig að það var að faðirinn var sakaður vanrækslu fyrir að barnið hans kom í gegnum flóttamannakerfið í Gríklandi. Hafði við komið þar áður en það komst alla leið til pappa síns? Já, að ferðast í gegnum, og við erum að senda fjölskyldur til Gríklands. Við vorum að það var mál með börnin og fylgdarlaus börn frá Palestínu sem voru með vernd í Gríklandi og ákvörðun var fyrst og fremst að senda þau tilbaka því allt var í góðu lagi í Gríklandi og við erum með af hverju vanræksla fyrir pappi að reyna að fá barnið sér í gegnum Gríkland af í rauninni hvað möguleiki fyrir hann? Þetta svona, það fer ekki alveg saman hljóð og mynd hjá greinilega þessum ríkisstofnunum. En nú, réttur barna og flótta, þetta samtök sem hafa orðið áberandi með svona í opinberu umræðu síðustu ár aðalega og ég meina þetta auðvitað ekkert óbúslega gömul samtök en samt hafa starfað í nokkur ár. En hvað með ríkisstofnanir og svona rótgrunastofnanir eins og til dæmis bara umboðsmann barna Svo á byrjunni við vorum mjög mikið í samband með umboðsmaður barna bara til að láta þau hvað að gerast. En með nýja umboðsmaður í rauninni við hættum að hafa samband af því við sendu börn nokkra fjölskyldur sem koma til þeirra. Bara að því þið átti ekki að huga mál
barna á flótta. Svo í staðan fyrir að í rauninni... Þannig að þau taka ekki að sér mál barna sem eru ekki fædd á Íslandi? Okkur finnst það ekki og sérstaklega ekki börn á flótta sem eru með minni rétt nú þegar. Svo við erum með í rauninni mjög sterk munur. Þetta eru í rauninni viðkvæmustu börnin? Já, það er börn sem eru með genitala, íslensk börn sem eru með genitalu og svo bara börn á flótta. Og það finnst mér mjög, það stór vandamál að umboðsmaður barna sem hætti að vera í fremstu röð til að verja réttindi börn og að barnasáttmálinn sé virt fyrir öll börna. Sé ekki að einu sinni að skoða málefni barna á flótta. Við erum í samband með UNICEF sem hefur verið samtökin sem bara mjög vekt á Íslandi. Fyrir með frábært verkefni fyrir að hafa gert eima skýrslu sem að tala hvernig börn á flótta eru velkomið á Íslandi og hvernig fyrir líður og svona. Og fyrir að geta alls konar. Og í rauninni við erum ekki að krefjast umboðsmaður barna sé að tala eins og við erum að tala. En að minnstakosti skoða hvað að gerast. Já, og sé að umboðsmaður barna sé umboðsmaður allra barna. Já. En eins og ég sagði, við erum hægt að reyna eins og með þessi umboðsmaður fyrir miður. Að það hefur verið mjög léleg upplifun fyrir nokkrar fjölskyldur sem reyndi að bara gefa annað upplýsingar, nýja upplýsingar. Så... Já, þannig að þetta vandinn stór og það virðist að vera eitthvað stífla hjá þeim aðilum sem að eiga að sjá að börn séu örugg. Já. Og þar komið þið inn á móti og svona reynið. Þetta eru sjálfboðaliða samtök? Alveg, og allt penning fer bara í lögfræðilega kostnaði. Við erum í rauninni að borgað meira sjálf í því frekar en við fengum ekkert. Við notum engungu penning fyrir lögfræðilega kostnaði í rauninni. Jú, það hefur kannski gerst að við borgum fyrir eitthvað læknislega eitthvað, tannlæknis, eitthvað svoleiðis sem var. Eitthvað sem að börn fá niðurgreitt á Íslandi nú þegar, en bara þau sem hafa kennitölu. Já. Og nú og bárust fréttur að réttur barna á flótta hefði sameinast Solaris. Já, við erum í ferli, það tekur aðeins lengri tíma en ég vildi, en í rauninni augmyndir að sameinast samtökin sem eru með sama UFR og styrkja verkefni okkar í gegnum Solaris sem miklu stærri og öflugri. Og bara allt áfram með sama verkefni í rauninni, vera deild fyrir börnuna innan Solaris og Solaris hefur alltaf verið í rauninni samtalsaðila og bara einhver sem við öfum snúið við leita til. Leita til fyrir aðstoð þegar við föttum. Svo bara, mér finnst besta skref fyrir okkur að sameinast Solaris til að halda áfram verkefni sem Já, svona þess að styrkja starfsemina á öllum sviðum í rauninni. Já, einmitt. Og styrkja samtal á milli okkar í staðan fyrir að vera að þurfa að endurteka upplýsingar. Þá bara samtal að betri. Eru svona einhver verkefni sem að þið eruð að fara í núna sem að þú getur sagt frá? Við erum með alls konar verkefni sem við viljum endilega fá studd. Við erum búin að sækja styrk fyrir að minnstakosti 2 verkefni. Fyrir miður við ekki fengið nýtt
ennþá, en það sem ég myndi vilja sjá eru námskeið fyrir börn undir 5 ára sem eru ekki að fara í leikskóla, börn sem eru að bíða eftir svar, sem eru undir 6 og fá ekki pláss í leikskóla til að læra íslensku eins og í leikskóla, til að læra menning og að fá börn með mömmur, af því oftast mömmur sem eru með börn geta ekki tekið þátt í samfélagið eins og... Já, það einangrast mikið, hvort sem þær hafa kennitölu eða ekki, það einmitt, það svona vandi ungra, bara mæðra oft með lítið börn. Svo myndir nýtast þennan tíma með börnin, með það væri fá kennara sem myndi leiða barnabækur og kenna alls konar íslensk lög og tala menning og á meðan börn eru að læra, mömmur myndi læra líka. Og það félagsleg í rauninni tíma sem myndi styðja í rauninni bæði börnin og mömmur, að því við sjáum á ánlega stöðu foreldra hafa mikið áhrif á barn og félagskap fyrir börn svo mikilvægt líka. Svo það eitt verkefni sem við vonum að verður stutt. Það kostar svolítið mikið penning að vera með kennara sem eru öflug og með þekkingu íslensku fyrir útlendinga. Og svo ég myndi vilja sjá líka námskeið fyrir móðir sem eru ekki með teknilega þekkingu, af því oftast ég sé að þegar móðir eru komin með vernd og kannski tala ekki ensku og hafa aldrei verið mikið í skóla, þau eru mjög mikið að þau eru að krefjast meira aðstoð frá börnuna. Já, einmitt, akkurat. Og oftast ég sé... Þannig að það aukið álag á börn. Það mikið álag á unglinga og stundum ég sé börn frá 11 ára aldrei sem eru að fara í gegnum öll gögna, af því mömmur geta verið að senda tölvupost. Það eru mörg land þar sem konur eru ekki að fá tækifæri að fara í skóla. Þau eru kannski ekki að tala ensku og eru að læra íslensku og allt í einu þau eru komin með vernd og þau þurfa að fara í gegnum rafrænt skilríki, alls konar sem allt á tölvu og það bara mjög mikið álag á börnin sem oftast að fara í skóla á meðan mömmur voru heima að bíða og þurfa að skrá sig sjálf í frístund eða ekki kannski í frístund ef þau eru 11 en í íþróttum og frístundakort og allt þetta finna íbúð líka á byrjunni strax eftir vernd þau þurfa að leita eftir íbúð og ég sé ofta að það sé unglinga sem eru að leita með fyrir foreldra íbúð og eru í samband með eigendur. Og mér finnst það nauðsynlegt fyrir konur að fá svona námskeið til að efla sjálfstraust og þekking í rauninni í nýjasta tækni. Það myndi efla þær og hjálpa þær örugglega að fara í eitthvað vinnu eftir, en líka taka mjög mikið álag á börnum, já. Så þetta eru 2 stórverkefni sem við viljum byrja og við viljum að leita eftir í rauninni stuðning frá styrkaðila, ég veit ekki. Já, við erum búin að sækja inn eftir því hérna. Já. En þetta eru, og ég veit ekki, sko, kannski fæstir sem að eru ekki svona með puttana í þessum málum, kannski átta sig ekki á
umfanginu. Það sko bakvið hvern einstakling sem í raun sækir hér hæli alveg fjölskyldusaga, það alls konar alls konar álagspunktar og svo oft veikindi, kvíði og annað. Þannig að þetta mjög fjölþættur vandi og hann ekki bara svona eins og kannski stjórnvöld hafa svolítið látið lítið út eins og þetta sé bara svona einn málaflokkur og þau sé einhvern veginn, flóttafólk sé bara ein tegund af fólki og þurfi að fá sömu meðferð. Já, og í rauninni ég myndi segja að ánlega stöðu fjölskyldna oftast miklu verri en þegar þau komu til landsins vegna langan bið og óvissu og bara svo í rauninni rétt eftir þegar þeir að fá vernd færa eins og þeir að vakna úr mattröð og það getur tekið smá tíma. Mörg brotin svo það mjög erfitt og svo við þurfum að hugsa íslensku. Ég tala ekki fullkomlega íslensku frátt fyrir að hafa verið á Íslandi í mörg ár og fengið tækifæri til að læra íslensku. En við erum að tala fólk sem nýkomin á landi sem ekki með, mörg ekki með ensku til að byrja með. Fólk frá Nígeríu sjálf tala ekki ensku, fyrir tala pidgin English í mestu lagi, sem bara alveg öðru við en flest að tala Edo, Íbo, alls konar tungumál þeir mjög góðar í tungumál en að krefjast að þeir myndi tala fullkomlega ensku strax á meðan þau hafa ekki lært ensku á meðan þau svo að læra íslenskuna líka og að læra tvö ný tungumál það ekki raunveruleg og það margt sem í staðan fyrir að gagnrýna það margt að gera til að styðja í þennan leið að flest ég hef aldrei hitt einhver sem að segja ég mun aldrei læra íslensku og ég vil ekki allagast. Ég hef aldrei flest vilja taka námskeið og vilja læra sem fyrst. Við öll viljum við vera partur af samfélagi. Já. En það ekki alltaf möguleiki. Stundum við þurfa að fara strax í vinnu. Ef við erum með pínu ensku, þá strax að fara í vinnu og það tekur mjög mikið tíma að geta byrja íslensku þegar þú að vinna meira en 40 tíma í viku og þú með fjölskyldu. Svo það þarf að vera þolinmóð og skilja að þeir að gera sitt besta með allt sem, Þannig að það í mörg horn að líta. Þakka kærlega fyrir að koma. Morgan Prét Majú við rétti barna á flótta. Takk fyrir að bjóða með. Og gott að sjá þig og við fáum að fylgjast betur með þér og gangi ykkur alltaf sólu með það sem að þið eruð að vinna núna og vonandi að með nýrri ríkisstjórn þá kannski verði hér einhvers konar breyting á. Já, vonandi. Ég bara vona það alveg. Takk. Já, og þá komið lokum hjá okkur í kvöld. Ég þakka samstarfsfólki mínu og viðmælendum sérstaklega góða umræðu hér við borðið. Pétri Fjellsteð fyrir útsendinguna og ykkur áhörundum og vinnir samstöðarinnar þakka ég samfylgdina. Ég minni á að hægt að gerast áskrifandi af samstöðinni og taka þátt í að byggja upp þetta samfélagi okkar hér, frjálsa fjölmiðlun og góða og skemmtilega umræðu með því að fara á samstöðin.is og íta þar á hnapp sem að ástendur áskrift og gegn vægu gjaldi taka þátt í að byggja upp eins og áður sagði. Þakka ykkur fyrir í kvöld og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.